Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Eins og tilkynnt var á vef Alþingis tók Guðmundur Andri Thorsson sæti á ný á Alþingi föstudaginn 9. nóvember og í dag tekur Haraldur Benediktsson sæti á ný á Alþingi. Forseti vill geta þess að samkvæmt starfsáætlun Alþingis var gert ráð fyrir að önnur umræða fjárlaga yrði á morgun, þriðjudaginn 13. nóvember. Nú ljóst að það gengur ekki eftir, heldur mun umræðan og öllum líkindum fara fram síðar í vikunni, það á fimmtudaginn 15. nóvember og hefjast þá klukkan 10:30. Í því ljósi lagði forseti til á fundi forsætisnefndar og á fundum með formönnum þingflokka nú í morgun að víkja frá starfsáætlun með því og að breyta morgundeginum í nefndardag þar sem vinna fjárlaganefndar verður í forgangi. Til skoðunar hefur verið að í staðinn kæmi þingfundur á föstudaginn þann 16. nóvember og þá fram haldið annarri umræðu fjárlög ef að líkum lætur, en ekki komin niðurstaða í það mál. Það verður tilkynnt leið og það liggur endanlega fyrir. Borist hafa bréf frá eftirfarandi ráðherrum þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum frá utanríkisráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 254 íslenska ríkisborgara á Bretlandi og útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu frá Jóni Steindór Valdimarssyni, frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 257 þýðingu á íslenskum lögum og reglugerðum frá Jóni Steindóri Valdimarssyni og frá umhverfis- og auðlindaráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 262 þýðingu á íslenskum lögum og reglugerðum frá Jóni Steindóri Valdimarssyni. Útbýtt á fundinum þingskjali 407 þýðing á íslenskum lögum og reglugerðum skriflegt svar utanríkisráðherra. Þingskjali 408 ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 21/2018 breytingu á 9., 12. og 22. viðauka við EES samninginn stjórnartillaga. Þingskjali 409 ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 153/2018 breytingu á 11. viðauka við EES samninginn stjórnartillaga. Þingskjali 410 ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 152/2018 breytingu á 11. viðauka við EES samninginn stjórnartillaga. Þingskjali 411 ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 22/2018 breytingu á 11. viðauka við EES samninginn stjórnartillaga. Þingskjali 412 ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 102/2018 breytingu á 22. viðauka og bókun 37 við EES samninginn stjórnartillaga. Þingskjali 413 fulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðum skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjali 414 fulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðum skriflegt svar forsætisráðherra. Og loks þingskjali 415 meðferð einkamála frumvarp flutningsmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og fleiri. Forseti vill vekja athygli á því að dagskrárliðurinn óundirbúnar fyrirspurnir getur staðið lengur á mánudögum en þingsköp gera ráð fyrir, þannig að allt að 6 fyrirspurnir komist að. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru fjármála- og efnahagsráðherra, heilbrigðisráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, félags- og jafnréttismálaráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og umhverfis- og auðlindaráðherra. Og til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurlands, Oddný G. Harðardóttir, og beinir fyrirspurn til ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Herra forseti, þriðji orkupakkinn hefur verið til umræðu undanfarið. Samkvæmt kynningu á honum frá þeim sem best þekkja mun innleiðingin hans ekki hafa mikil áhrif hér á landi. Þó hafa sumir uppi stór orð að heilu atvinnugreinarnar leggist niður við innleiðinguna. Og þessi umræða, forseti, satt best að segja afar ruglingsleg. Hæstv. ferða-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra sagði í óundirbúnum fyrirspurnatíma í síðustu viku þegar að ráðherrann hæstv. Var spurður þriðja orkupakkann, með leyfi forseta: Ég vil líka það komi fram að það vandamál við málið að ekki eru margir sem berjast fyrir því. Ástæðan fyrir því að erfitt að berjast fyrir því eða það skiptir ekki svo miklu máli. Á endanum snýst þetta EES-samninginn.
Ef menn ætla að fara í ferðalag og segja að þeir ætli ekki að innleiða þetta, hefur það áhrif á EES-samninginn, þá þurfa menn að vera tilbúnir í þann leiðangur og ég er ekki að segja að ég sé ekki tilbúin í hann. Þetta sagði hæstv. Ráðherra hér í síðustu viku. Og ef ég skil rétt, þá er ráðherrann hæstv. Að segja að þriðji orkupakkinn skipti ekki svo miklu máli fyrir okkur Íslendinga, en ef við innleiðum hann ekki, þá sé það sama og uppsögn á EES-samningnum. Og að ráðherrann hæstv. Sé ekki að segja að hún sé ekki tilbúin í uppsögn EES-samningsins. En vill ráðherrann ganga úr EES fyrir orkupakka sem ekki skiptir svo miklu máli fyrir Ísland eins og hún bendir á sjálf? Það væru sannarlega stórtíðindi og slæm ef þessi ríkisstjórn ætlar að rifta þessum allra besta samningi sem Íslendingar hafa gert. Og það fyrir mál sem snertir okkur ekki með afgerandi hætti. Getur ráðherrann hæstv. Svara því skýrt hér og nú að það standi ekki til að rifta EES-samningnum? Þá svarar hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir og undirbúin fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina og rauninni er ég nú glöð að hún komi fram vegna þess að það voru fleiri en hv. þingmaður sem skildu orð mín þannig þegar ég svaraði þessu síðast, þegar ég sagði að ég væri ekki að segja að það væri ekki leið sem ég væri til í að fara. Þannig að til þess að valda vonbrigðum og segja að það eru engin stórtíðindi, ég er alls ekki til í að segja upp EES-samningnum, en að það jákvæða við það þá er að það eru þá ekki slæmtíðindi samkvæmt hv. þingmanni. Þegar ég er að tala um þennan leiðangur, þá er ég að vísa í það að það hefur aldrei reynt á það að við höfum ekki aflétt stjórnskipulegum fyrirvara og það þyrfti þá að fara í eitt ákveðið ferli. Við erum auðvitað með grein í EES-samningnum nr. 102 þar sem er opnað á það hvaða leið svona mál geta farið, en ég hef líka sagt að það getur enginn svarað því með vissu hvaða afleiðingar það hefði ef við myndum ekki innleiða þennan þriðja orkupakka, og það er sá leiðangur sem ég er að segja vegna þess að ég hef sett þetta í samhengi við önnur mál. Það eru fleiri og fleirum sem líður eins og Evrópusambandið ber einhvern veginn ekki þá virðingu fyrir tveggjastoðakerfinu eins og okkur finnst það eigi að gera, og það eru fleiri mál þar sem hefur verið gengið ansi langt gagnvart framsalsheimildum okkar miðað við okkar stjórnarskrá. Og þess vegna loka ég ekkert á það að ef að við ætlum okkur að hefja eitthvað samtal við Evrópusambandið EES-samninginn og frekara valdaframsal, að þá er það alveg eitthvað sem ég er til í að ræða. En ég segi bara, við vitum ekki hvert það leiðir okkur og ég vil ekki sjá málið spinnast þannig upp að við sjáum ekki fyrir endan á því, og þá er ég einmitt að vísa í það að í grunninn snýst þetta mál EES-samninginn. Og ég er á þeirri skoðun að EES-samningurinn sé okkar mikilvægasti alþjóðasamningur, en það er ekkert óeðlilegt í það að hann geti einhvern veginn þróast. Hann hefur auðvitað þróast mjög mikið undanfarin 20 ár og það er ekkert að því að ræða það hvort að í hvaða átt hann er að þróast og hvort að við viljum einhvern tímann spyrna niður fæti og segja, nú þurfum við aðeins að staldra við. Hefur hann þróast í þá átt sem að okkur líður vel með? En ég vil ekki fórna EES-samningum, alls ekki. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, það er nú samt svo að það er mikill ágreiningur innan stjórnarflokkanna þriðja orkupakkann. Það minnsta kosti er haft eftir stjórnarþingmanni í fjölmiðlum helgina, og enn fleiri segja að hörðustu átökin eigi sér stað á milli hópa innan flokksins sem hæstv. Ráðherra er varaformaður fyrir. Þannig eitthvað er nú undirtónn þarna og menn tala mjög skýrt í fjölmiðlum það. Ísland hefur þegar framkvæmt mikilvægustu breytingar sem leiða að þriðja orkupakkanum og fátt sem breytist við innleiðinguna, og í því ljósi er umræðan svo merkileg. Og ég vil spyrja hæstv. Ráðherra hvort að hún hafi rætt við ráðherra Noregs þessi mál og hefur eitthvað samkomulag verið gert við Noreg afgreiðslu orkupakkans. Og er búið að greina og skoða hvað myndi gerast ef ekkert verður af innleiðingunni hér á landi? Nú svarar hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra öðru sinni. Herra forseti, ég hef ekki átt samtöl við norska, hvorki minn kollega þar eða aðra ráðherra þennan orkupakka.
veit ekki hvernig það með aðra ráðherra. Það hvort búið að greina það hvað gerist ef við gerum þetta ekki, að þá kom ég inn á það í mínu fyrra svari að það enginn sem getur svarað því fyrir víst hvaða afleiðingar það hefði ef við innleiðum ekki þennan pakka. En ég verð að fá að taka undir með hv. þingmanni að það margt í umræðu þetta mál sem ansi öfugsnúið. Menn tala eins og fjórfrelsi EES-samningsins muni einhvern veginn taka gildi orku ef að 3. orkupakkinn er innleiddur. Það gerðist fyrir mörgum árum síðan í fyrsta orkupakka þegar allt aðrir menn voru hér við stjórnvölinn og það eru þetta meginbreytingarnar á þessum markaði. Samkeppnisreglur Evrópu, menn tala eins og þær muni taka gildi ef og þegar 3. orkupakkinn verður innleiddur. Þær hafa líka verið hér gildi í fjöldamörg ár frá upphafi. Þannig að það mun heldur ekki breytast. Ríkisstyrkjareglur Evrópu það hvort við megum niðurgreiða rafmagn til álvera eða annað, það sömuleiðis eitthvað sem búið að vera hér í mörg ár. Landsvirkjun hefur þurft að senda sína samninga til útlanda í fjöldamörg ár og þetta eru þættir sem breyta engu það hvort við innleiðum 3. orkupakkann eða ekki og það þarf auðvitað að liggja vel fyrir. Það hægt að gagnrýna málið en menn verða þá að hafa samt staðreyndir á hreinu. Þá tekur til máls 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson og beinir fyrirspurn til hæstv. Heilbrigðisráðherra. Hæstv. forseti. Samkvæmt upplýsingum sem sá sem hér stendur hefur aflað hjá landlækni bíða nú 2300 manns rúmlega eftir ýmsum aðgerðum. Þar af 1200 sem hafa beðið lengur en í 3 mánuði. Samkvæmt upplýsingum sem aflað hefur verið hjá meðferðarstofnunum kemur í ljós að rúmlega 1600 manns bíða eftir meðferð þar. Þetta það bil 4000 manna hópur, forseti, sem bíður eftir nauðsynlegum aðgerðum og mig langar til þess að spyrja ráðherra hæstvirtan hvaða tillögur hún hefur núna uppi við aðra umræðu fjárlaga sem gætu orðið til þess að stytta þessa biðlista. Og mig langar til þess að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að hún hefur gert sér í hugarlund hvað það kostar fyrir utan svona þjáninguna og þægindin, hvað það kostar að hafa 1200 manns á biðlistum í meira en 3 mánuði á verkjalyfjum og öðru. Og það þannig að það virðist svo sem að algengar aðgerðir svo sem eins og liðskiptaaðgerðir þar sem að bíða 1000 manns núna og þeir sem hafa beðið lengur en í 3 mánuði eru 700 og eiga þá væntanlega rétt á því að ferðast erlendis og fá aðgerð gerðar þar ef ekki hægt að liðsinna þeim hér heima. Það hefur komið fram að ódýrara sé að gera slíkar aðgerðir til dæmis á einkaklíník sem til í Reykjavík og það verður hægt að stytta þessa biðlista umtalsvert með því að hleypa þeim læknum sem þar eru að því að gera þessar aðgerðir. Og það má geta þess líka að af þessum aðgerðum, mjöðm og hné, var 100 frestað á síðasta ári út af bráðatilvikum sem náttúrulega mjög skiljanlegt vegna þess að Landspítali Háskólasjúkrahús bráðasjúkrahús. En mig langar að heyra hvaða tillögur hæstv. Ráðherra hefur uppi núna við aðra umræðu fjárlaga sem gætu orðið til þess að stytta þessa biðlista og takmarka þjáningar fólks og já. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir og undirbúin í fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrirspurnina hér. Nú það svo að hv. þingmaður beinir sjónum sínum sérstaklega liðskiptaaðgerðum og þau mál hafa sérstaklega verið til skoðunar í ráðuneytinu og af því að ég hef nú vikið aðeins máli mínu að biðlistum almennt og þá sérstaklega þegar við höfum verið að ræða biðlista eftir áfengis- og fíkniefnameðferð á Vogi, að þá rétt í því samhengi að ræða það að þegar að ræða liðskiptaaðgerðir þá gilda allt aðrar reglur það hvenær fólk telst vera komið á biðlista og hvenær ekki. Og það meira að segja þannig að það sérstök bið eftir því að komast á biðlista þó að það liggi algjörlega fyrir að viðkomandi þurfi sannarlega á aðgerð að halda samkvæmt læknisfræðilegu mati. Hv. þingmaður spyr það hvaða breytinga sé að vænta í fjárlögum ársins 2019. Þá því til að svara að næstu áramót, nú áramótin 18-19, lýkur í raun og veru átaksverkefni sem var sérstaklega ætlað til þess að stytta biðlista eftir ýmsum
aðgerðum en nú svo komið að í frumvarpi til fjárlaga gert ráð fyrir að þessi upphæð sem í kringum 900 milljónir sé varanlega í ramma fjárlaga. Það rétt sem kemur fram í máli hv. þingmanns að hér þarf að gæta að ýmsu eins og til að mynda samstarfi heilbrigðisstofnana og eftir því hefur verið kallað sérstaklega, það er að segja þeirra stofnana sem fara með þessar aðgerðir. Það eru Landspítalinn Háskólasjúkrahús, Sjúkrahúsið Akureyri og Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi. Það sem kallað hefur verið eftir því að þessar stofnanir stilli betur saman strengi heldur en verið hefur til þess að tryggja það að fólk bíði ekki kvalið eftir aðgerð þegar það sannarlega þannig að viðkomandi ætti að vera í algjörum forgangi. Það óásættanlegt og ég sammála hv. þingmanni það að fólk bíði kvalið mánuðum saman eftir aðgerð. Þá tekur til máls að öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir þetta svar. Hún sagði sérstök áhersla á liðskiptaaðgerðir. Ég gæti sagt 1000 rúmlega sem bíða eftir augasteinið, 80 eftir hjartaþræðingum, 130 eftir grindarholsaðgerð, 69 eftir legnámi, 1000 sem bíða eftir á Reykjalundi, 622 á SÁÁ. Nei, ég var ekki að raða þessu upp í sérstaka röð, hæstv. ráðherra. Talandi að skilgreina biðlista, þá googlaði ég orðið og stytti bæði mér og ráðherra leið. Og biðlisti, orðið biðlisti, merkir það þegar ákveðnir fjöldi aðila bíður í röð eftir einhverju tiltekinni þjónustu. Þessar tölur sem ég nefndi Mjálm og Hné eru frá landlækni komnar og ég veit ekki hvort að landlæknir skilgreinir orðið biðlisti öðruvísi heldur en ráðherrann og Google. En það kemur það bara í ljós þegar ráðherra svarar mér í seinna andsvari. En nú ætla ég að spyrja sérstaklega aftur, verður einkaaðilum hleypt að þessum aðgerðum til þess að stytta tíma fólks og til þess að takmarka óþægindi og kvalir þess? Og svarar hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir öðru sinni. Já, virðulegi forseti, það vill svo til þó að það sé kannski einfalt að grínast með það að orðabók sé annarra skoðunar heldur en ráðherrann og Google finnist eitthvað og svo framvegis, að þá það nú svo að eitt af verkefnum embættis landlæknis að skýra og skilgreina biðlista því að það mikilvægt að það sé sameiginlegur skilningur á því hvað þar liggur að baki. Og ég hef tekið þetta upp sérstaklega við núverandi landlækni og þetta á hennar dagskrá á næsta ári og ég geri ráð fyrir því þar sem að embættið sýnir þessu áhuga og setur það í forgang að það snúist ekki bara það að fletta hugtakinu upp á Google. Það auðvitað unnið að forgangsröðun í öllum þeim aðgerðum sem hv. þingmaður spyr og það talið miðað við samanburðarlöndin sem við erum að jafnaði að bera okkur saman við að varðandi augnsteinaaðgerðir og aðrar þær sem hv. þingmaður nefnir utan liðskiptaaðgerðir að þá séum við búin að ná ásættanlegum árangri samanborið við löndin í kringum okkur. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Halldóra Mogensen og beinir fyrirspurn til hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra. Forseti, ég ætla aðeins að spyrja hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra út í hugarafl. En eins og við þekkjum að eða eins og mér skilst að þá hefur hugarafl rætt við ráðherra og fengið þar loforð að það yrði skoðað með húsnæði sem þeir að missa áramótin og eins og við þekkjum að þá hefur hugarafl misst nánasta samstarfsaðila sem var Geðheilsa eftirfylgd sem var svona hluti af skilgreint sem heilbrigðisþjónusta og var lagt niður eða allavega það var hætt að fjármagna það. Þannig að hugarafl sem eftir hefur mjög litla fjármögnun og nú að missa húsnæði sitt áramótin og í raun og veru verið að skilja þarna eftir rúmlega 400, allavega það svona 400 félagar hugarafls í algjörri óvissu með hvort að þessi starfsemi verði lögð niður eða ekki. Og þar sem að þetta félag sem að aðstoða fólk með geðraskanir og bara alvarlegan vanda, að þá þykir mér það ekki hægt
að skilja þetta fólk eftir í óvissu á þennan hátt og sérstaklega ekki þegar það er búið að tala um það að það átti að nota haustið núna til þess að ræða framtíð þessara samtaka og nú er haustið bara búið og það er komin vetur og það er ekki ennþá óvíst með nákvæmlega hvað þau gera varðandi húsnæði eftir áramót. En hugarafl að fá til sín fólk sem hefur fengið höfnun annars staðar. Þetta er í gangi núna. En þau horfa fram á að þau geta ekki sinnt þessu og það er gríðarleg þörf fyrir svona opið úrræði, bæði fyrir fólk sem tekur loks skrefið í leitar að hjálp, það er tíma og utanumhald og endurhæfingu og eftirfylgni og einnig til að sinna þeim sem eru í sjálfsvígshættu og þau eru að fá gífurlega mikið af eftirspurn eftir þjónustunni sinni og vita ekkert hvernig þau geta sinnt þessu í framtíðinni og þetta er ótækt að búa svona endana. En svo er það ég kem kannski bara áfram í næsta hluta. Þá svarar hæstv. Félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason og undirbúinn í fyrirspurn. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn. Það er alveg rétt sem að þingmaðurinn nefnir að það hefur verið þegar að gengið var frá húsnæðismálum hugarafls í sumar að eftir breytingar sem gerðar voru og á varðandi geðheilsu eftirfylgd og þá er hugarafl sá hluti sem heyrir undir félagsmálaráðuneytið, þá áttum við samtal við hugarafl með hvaða hætti væri hægt að finna þessu lausn og bráðabirgðalausn var sú að ráðuneytið kom inn með aukið fjármagn þannig að hugarafl gæti haldið því húsnæði sem þeir höfðu fram til áramóta. Á þeim tíma og það má hafa það hugfast að hugarafl með samning við Vinnumálastofnun í gegnum velferðarráðuneytið og sá samningur í gildi og það hafa ekki verið gerðar neinar breytingar á honum. En Vinnumálastofnun hefur verið að skoða málefni hugarafls núna í haust og það hefur verið, ég veit að það hefur verið í skoðun þar inni. Það er ekki komin endanleg niðurstaða í það. En hún er væntanleg von bráðar og ég tek bara undir með hv. þingmanni með það að öll úrræði sem að snúa að geðheilsu fólks og öðru slíku að það er gríðarlega mikilvægt að þar ríki ákveðin fjölbreytni og það sé fjölbreytt flóra úrræða í boði og það er þess vegna sem að Vinnumálastofnun og ráðuneytið hafa líka verið að skoða önnur sambærileg úrræði og með hvaða hætti sé best að finna því farveg til framtíðar. En þetta mál er til skoðunar og Vinnumálastofnun hefur það. Það er ekki komin formleg lending í það en hún er væntanleg algjörlega von bráðar. Nú tekur til máls öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, er þá hæstv. Ráðherra að segja að þetta sé alfarið komið í hendurnar á Vinnumálastofu að ákvarða þetta út af því akkúrat núna þá er samningur við Vinnumálastofnun til 2019, það eru 17 milljónir sem dekka 15 manns í endurhæfingu. Það að þessi samningur að það verði einungis þetta fjármagn þýðir að það sé verið að leggja starfsemina niður, þannig séð. Þetta er mun stærri starfsemi heldur en það sem að þessi peningar dekka frá Vinnumálastofnun og þetta mun til dæmis ekki dekka húsnæði fyrir þau. Það gengur ekki upp. Þannig er það ekki í stöðunni, er ráðherra að fara að tryggja það að þessi starfsemi hafi húsnæði áfram eða ekki? Svarar hæstv. Félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason öðru sinni. Virðulegi forseti, eins og ég segi að þá er hugarafl með samning við Vinnumálastofnun upp á 17 milljónir og sá samningur er í gildi og hann hefur verið að fullu uppfylltur. Þegar að gripið var inn í síðasta sumar þá voru settar inn auka fjárveitingar til þess að leysa þessa 6 mánuði fram að áramótum. Það er verið að skoða það með hvaða hætti er hægt að koma inn í þetta og hvaða þörf hugarafl hefur fyrir fjármagn og svo framvegis. En það er auðvitað líka þannig að félagsmálaráðuneytinu og undirstofnun þess er skorinn ákveðinn stakkur og í fjárveitingum og við erum að skoða það hvað við getum gert innan þeirra fjárheimilda sem við höfum og það er ekki komin niðurstaða í það ennþá. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og beinir fyrirspurn til hæstv. Félags- og jafnréttismálaráðherra. Virðulegur forseti,
hindranir gagnvart öryrkjum eru alveg ótrúlega margar og sumar virðast vera í algjöru tilgangsleysi. Það virðist ekki vera hægt að fara til lögum, til dæmis nýlegu dómur Hæstaréttar segir það að ef við lögfestum ekki samning Sameinuðu þjóðanna þá sé ekki hægt að fara eftir byggingarreglugerðum varðandi aðgengi fatlaðra. Síðan líka það með rútufyrirtæki að þau virðast ekki eiga að uppfylla það að vera með lyftur nema einhver kæri. Og nýjasta dæmið er það að Sjúkratryggingar Íslands eru að neita einstaklingum, þeim sem eru mest fatlaðir, fæddir, ungir og þekkja á tæknina og vilja bjarga sér sjálfur. En þeir fá neitun það einfalda að til dæmis að fá Bluetooth-mús fyrir Ernet og til dæmis að fá aukalut á stól sem heitir Escrip spjaldtölvuhaldari. Þetta eru hlutir til þess að einfalda og auðvelda þessum einstaklingum sem eru svona mikið fatlaðir til þess að geta sjálfir kvittað undir allt, til dæmis hjá sjúkraþjálfara, undir eða þurfa að borga vörur og annað. Þetta er svo einfalt og það er með óskiljanlegt vegna þess að maður myndi skilja þetta ef þetta væri eitthvað nýtt, en þetta er ekki nýtt. Það sumir fá þetta og sumir fá þetta ekki. Og þá spyr ég bara, er það ekki einfaldlega þannig að þessir einstaklingar sem eru í svona rafmagnsstólum og eru svona virkilega fatlaðir og vilja og hafa viljan og getuna til þess að bjarga sér sjálfir, að þeir séu þeim sem skaffa þessi tæki, vegna þess að ég get ekki séð að það sé ofviða fyrir ríkissjóð að borga þessi tæki vegna þess að ekki er þetta ofboðslegur fjöldi sem er að biðja um þetta. Og ég spyr hæstv. Heilbrigðisráðherra hvort hún sé ekki bara sammála mér að við sjáum. Nei, heilbrigðisráðherra er þetta er Sjúkratryggingar og þar af leiðandi spyr ég hvort að það sé ekki sjálfsagt að sjá til þess að Sjúkratryggingar. Forseti las upp að fyrirspurnin væri beint til félags- og jafnréttismálaráðherra. Þá held ég að sé rétt að hv. þingmaður fá aftur tækifæri til að lesa spurninguna og ég bið félags- og jafnréttismálaráðherra forláts og undirbý hæstv. Heilbrigðisráðherra að svara. Ef hv. þingmaður vildi endurtaka fyrirspurn sína. Alveg sjálfsagt, þetta virðist nefnilega það svolítið, þetta sýnir bara hversu flókið þetta kerfi er að þetta getur varðað heilbrigðisráðherra, með þess að félagsráðherra, samgönguráðherra og jafnvel líka nafna minn. Þannig að þessi ráðuneyti eru ótrúlega flókið. Þess vegna skil ég það ekki að þetta skuli gera bara einfaldara. Ég ætla að endurtaka spurningu mína. Við erum að tala um Bluetooth-mús fyrir Ernet og X-Grip spjaldtölvur fyrir rafmagnsstóla. Þetta er fyrir fólk sem er virkilega fatlað og er annaðhvort fætt með þessa fötlun og þetta eru ungt fólk sem er vill bjarga sér sjálft, vill geta undirritað. Það fer út í búð, það vill geta undirritað að nota sjálft greiðslukortin, það vill sjálft geta kvittað hjá sjúkraþjálfara, það vill ekki fá aðstoð við alla þessa hluti og ég segi fyrir mitt leyti, ef að þessir einstaklingar telja sig geta gert þetta og vilja gera þetta, á þá Sjúkratryggingar að neita og hitt líka vegna þess að það er búið að segja já við suma. Við eigum að hvetja fólk til að berga sig sjálft og ég held að við sem alveg sammála það, en ég vona að ráðherra sjái til þess að svona hlutir séu bara sjálfsagðir. Já, nú er komið að því að réttur ráðherra svari spurningunni og hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir svarar óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, það er rétt sem kemur fram í máli hv. þingmanns að málaflokkurinn er flókinn, en sem betur fer er það líka þannig að málefni fatlaðs fólks varða samfélagið allt og þess vegna alla málaflokka og öll ráðuneyti. En mig langar sérstaklega til þess að svara þessari fyrirspurn hv. þingmanns með því að nefna að mjög fljótlega eftir ég tók við embætti heilbrigðisráðherra þá setti ég í gang vinnu undir forystu hv. þingmanns Steinunnar Þóru Árnadóttur og með aðkomu Öryrkjabandalagsins, Þroskahjálpar og fleiri aðila til þess að fara í kjölinn á hjálpartækjamálum öllum. Sá málaflokkur hefur beðið og hefur verið settur til hliðar, eða þar að segja hann hefur ekki beinlínis verið á dagskrá langt árabil. Og þar er ekki síst mikilvægt einmitt að horfa til þessara tæknibreytinga sem við erum að horfa á og það hvernig við þurfum í raun og veru að uppfæra til nútímans
samspilið síðan bæði við Sjúkratryggingar Íslands, greiðsluþátttöku og svo framvegis. Nefndin hefur ekki lokið störfum en þetta samkvæmt því sem hv. þingmaður var að hvísla að mér núna bara rétt í þessu, eitt af því sem að nefndin að fjalla það að segja þessi tæknilegu úrlausnarefni sem hv. þingmaður nefnir. Nefndinni falið bæði að skoða lagaumhverfið, að skoða reglugerðarumhverfið, en ekki síður að fara yfir framkvæmdina á þessu lagaumhverfi, reglugerðarumhverfi sem við erum með núna. Þannig að ég vænti mikils af þessu verkefni og sammála hv. þingmanni það að það sem á að vera grunntónninn í þessu öllu saman mikilvægi þess að fólk hafi fullt aðgengi að samfélaginu þannig að það geti tekið þátt í því, ekki bara sjálfs sín vegna heldur líka samfélagsins vegna þess að það þarf á kröftum allra að halda. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka kærlega fyrir þetta svar og við hljótum nefnilega að vera sammála það að miðað við alla umræðuna starfsgetumat og vinnu öryrkja að þetta ein af grunnstoðunum þess að margir einstaklingar sem eru þetta illa staddir líkamlega geti sótt vinnu. Og ég tel bara að þetta þurfum við bara að liggja fyrir sér fyrst vegna þess að þetta eitt af því sem á að ganga frá undan, að hjálpartæki og annað sé alveg fullkomlega aðgengilegt áður en við förum að gera kröfu að einstaklingar geti fara að vinna. Og ég veit að sumir einstaklingar sem í þessari aðstöðu geta unnið. Þeir eru færir, mjög færir einstaklingar á mörgum sviðum og við eigum einmitt að sjá til þess að þeir fái þessi tæki til þess að bjarga sér og jafnvel vinna eins og þau vilja. Nú svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir öðru sinni. Virðulegur forseti, við erum sammála þetta, ég og hv. þingmaður, og ég held að þetta snýst ekki einungis þátttöku á vinnumarkaði, heldur þátttöku í samfélaginu öllu, taka þátt í menningu og félagsstarfi og svo framvegis. Og mig langar til að nefna, því að hv. þingmaður vék að því í sinni fyrri spurningu, þá vék hann að byggingarreglugerð og þá vil ég geta þess sérstaklega að þegar ég var umhverfisráðherra á árunum 2009 til 2013 þá lagði ég mikla áherslu á samstarf við Öryrkjabandalagið aðgengiskaflann í byggingarreglugerðinni og raunar það svo að nokkrum sinnum hefur verið að þeim kafla sótt og nokkrum sinnum hefur það verið gert í samstarfi við Öryrkjabandalagið og Þroskahjálp að hrinda slíkri aðför til baka og vegna þess að það þarf virkilega að standa í lappirnar gagnvart því að aðgengismálin séu í forgangi og ekki bara á heimilum þeirra sem þurfa á betra aðgengi að halda heldur í öllu opinberu rými og opinberu byggingum og svo framvegis. Þannig að það stórkostlega mikilvægt réttlætismál og ég verð áfram í liði með hv. þingmanni og Öryrkjabandalaginu í því að standa þann vörð. Næst tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Herra forseti, í byrjun árs 2017 skipaði þáverandi fjármálaráðherra Benedikt Jóhannesson starfshóp til að greina umfang og áhrif skattsvika á íslenskan þjóðarbúskap og hvernig mætti minnka svarta hagkerfið. Starfshópurinn skilaði viðamikilli skýrslu fyrir tæpu 1,5 ári síðan. Mig langar til þess að spyrja hæstv. fjármálaráðherra hvernig staðið að úrvinnslu hugmynda og tillagna þeirra sem eru margar og margar hverjar mjög merkar, hvernig staðan og hvernig unnið að þessum verkefnum í fjármálaráðuneytinu. Formaður nefndarinnar dró þetta saman í 4 meginatriði í lokaorðum með skýrslunni og myndi ég vilja hæstv. ráðherra víkja sérstaklega hverjum flokki fyrir sig í svörum sínum. Það í fyrsta lagi einföldun virðisaukaskattskerfisins og fækkun skattþrepa, helst í eitt skattþrep samhliða lækkun skattsins sem myndi draga úr undanskotum. Í öðru lagi kröfur hæfisskilyrði einstaklinga til þess að gerast innheimtumenn ríkisins á virðisaukaskatti og almennt hæfi einstaklinga til að stofna hlutafélög og stunda viðskipti með þeirri ábyrgð sem því fylgir.
Síðan voru tillögur sem snúa að keðjuábyrgð fyrirtækja, t.d. í byggingariðnaði, og einnig til að mæta þeim áskorunum sem voru og eru enn í ferðaþjónustunni vegna vaxtar. Og í fjórða lagi voru settar fram tillögur takmörkun á notkun reiðufjár. Og ástæða þess nefnd hér að innkaup og flutningur fjármuna milli landa í stórum stíl á ekki að tíðkast með notkun reiðufjár. Og notkun reiðufjár er mikilvægt hjálpartæki í svartri atvinnustarfsemi og þar með undanskoti frá sköttum. Mér þætti vænt að hæstv. Ráðherra myndi svara þessum spurningum. Þá svarar hæstv. Fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinn í fyrirspurn. Virðulegi forseti, það þannig með skattkerfið og skilvirkni þess að það í sjálfu sér viðvarandi verkefni að gæta að því að við séum að ná okkar settu markmiðum. Hér komið inn á skýrslu sem skilað var fyrir þó nokkru síðan og rakin til starfshóps sem settur var á laggirnar snemma árs 2017 og nokkur atriði nefnd. Fyrst varðandi virðisaukaskattinn og það hvort við ættum að ganga lengra með tillögur í vaski, þá komu fram á síðasta sumri tillögur að þrengja bilið milli þrepanna og auka með því skilvirkni í virðisaukaskattskerfinu. Við höfum í millitíðinni séð miklar breytingar á starfsumhverfi í ferðaþjónustu, einkum með sveiflum í gengi og töluvert miklum launahækkunum, og nú eru til skoðunar aðrar leiðir í því efni. En það má segja að verkefninu varðandi þéttingu virðisaukaskattskerfisins sé ekki lokið og sú vinna heldur áfram í fjármálaráðuneytinu. Það eru þá einkum þeir geirar sem eru alfarið undanþegnir virðisaukaskatti sem kæmu þar til skoðunar. En ég verð að halda því til haga að við höfum gert talsverðar breytingar til þéttingar á vatnskerfinu á undanförnum árum. Varðandi hæfi til að stofna félög og það sem snýr að félagaréttinum í heild sinni, þá verður það að vera til skoðunar í öðrum ráðuneytum. Við höfum verið að skoða það sem snýr að keðjuábyrgðinni sérstaklega, og það sömuleiðis mál sem tengist kennitöluflakki og þessi mál bæði tvö reyndar með félögin og keðjuábyrgðina, og við höfum rætt það áður hér í þinginu. Og síðan það alltaf matsatriði með reiðuféð. Þessi tillaga kom fram, hún ekki til skoðunar í fjármálaráðuneytinu í dag, og ágætt að rifja það upp hversu mikið 5.000 krónurnar hafa rýrnað í raun og veru frá því að þær voru teknar upp, en 10.000 krónu seðillinn sá nýjasti og ekki mjög hár í alþjóðlegum samanburði. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég þakka svörin. Mig langar að spyrja aðeins nánar út í virðisaukaskattinn og eins og ég held að hæstv. Ráðherra hafi orðað það væri verið að þétta virðisaukaskattskerfið, væntanlega þá í þeirri meiningu að koma í veg fyrir leka og undanskot. En mig langar til að þýðka aðeins stefnu ríkisstjórnarinnar, en ekki síður Sjálfstæðisflokksins, hvað varðar það að stefna að einu þrepi í virðisaukaskatti. Nú vill þannig til að formaður þessarar ágætu nefndar sem skilaði þessu áliti trúnaðarmaður innan Sjálfstæðisflokksins og hefur starfað þar lengi, og hygg að hann hafi þarna meðal annars verið að koma á framfæri þeirri stefnu sem hefur verið innan flokksins varðandi virðisaukaskattskerfið. Þannig að mér þætti vænt ef það kemur fram hvort að Sjálfstæðisflokkurinn sé fallinn frá því að stefna að einu þrepi virðisaukaskatts eða hvort að hér séum að ræða tímabundið hlé. Þá tekur til máls svarar öðru sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það góð hugmynd að
ná þrepunum í virðisaukaskattskerfinu betur saman. Ég held hins vegar að það sé óraunhæft að tala það í útfærslu nema við séum í leiðinni að ná fram lækkun á skattbyrði. Og nú ég bara að reyna að tala sem raunsæismaður hér, að við náum saman slíka kerfisbreytingu held ég að gerist ekki nema samhliða skattalækkun. Og það þyrfti þá að fela það í sér að við værum að fara í eitt þrep sem að lægi undir 20% í skatti. En við erum ekki að vinna að því í augnablikinu. Það eru önnur mál sem eru í forgangi hjá okkur og við sjáum ekki í langtímaáætlun í ríkisfjármálum að það væri það svigrúm til skattalækkana í virðisaukaskattskerfinu sem myndi þurfa að fylgja slíkri breytingu. En það myndi þá gera samhliða að við færum upp með neðra þrepið og við tækjum inn í virðisaukaskattskerfið greinar sem eru þar fyrir utan í dag. Að síðustu tekur til máls og beinir óundirbúinni fyrirspurn til hæstv. Heilbrigðisráðherra, hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Árið 2002 gaf Alþjóðaheilbrigðisstofnunin út leiðbeiningar það hvernig krabbameinsáætlanir skyldu byggðar upp og mælti með því að þjóðir tækju upp slíka áætlun til að ná betri árangri varðandi krabbamein, draga úr nýgengni og dánartíðni ásamt því að stuðla að bættum lífsgæðum sjúklinga. Einnig sé markmið þeirra að bæta lífsgæði einstaklinga með krabbamein með hefðbundinni innleiðingu gagnreynda aðgerða á vettvangi forvarna, snemmgreiningar, meðferðar og líknar. Í krabbameinsáætlun skulu jafnræði þegnanna og hagkvæmni höfð að leiðarljósi. Fjölmörg lönd hafa yfir að ráða krabbameinsáætlun og Ísland hefur farið fram til þess að vera eina Norðurlandaþjóðin sem ekki hefur heildstæða krabbameinsáætlun. Á árinu 2013 skipaði þáverandi velferðarráðherra Guðbjartur Hannesson ráðgjafahóp tillögur að markmiðum og aðgerðum í krabbameinsáætlun. Þessi ráðgjafahópur skilaði niðurstöðum sínum til ráðuneytisins á síðasta ári. Í tillögu ráðgjafahópsins segir að markmið með krabbameinsáætlun verði að landsmönnum skuli standa til boða að búa í samfélagi þar sem áhersla verði lögð á forvarnir með heilsueflingu og snemmgreiningu sem miðar að því að lágmarka hættuna á því að fá krabbamein. Þar skuli standa til boða heilbrigðisþjónusta þar sem einstaklingsbundið mat lagt á hættu á krabbameini út frá áhættuþáttum, erfða- og fjölskyldusögu. Einnig talað hópleit. Ekki síst snýst þetta að þann sem fær krabbameinsgreiningu þá að einstaklingurinn skuli standa til boða greining og einstaklingsmiðuð meðferð og að einstaklingurinn eigi rétt á að hans málefni séu rædd á faglegum samráðsfundi til að tryggja bestu meðferð hans. Því spyr ég hæstv. Heilbrigðisráðherra, hvenær hyggst hæstv. Heilbrigðisráðherra koma krabbameinsáætluninni í framkvæmd? Hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir svarar fyrirspurninni. Virðulegur forseti, það rétt sem kemur fram í máli hv. þingmanns að drög að krabbameinsáætlun voru lögð fram á síðasta ári og vinna hefur farið fram í ráðuneytinu nú allnokkurt skeið á þessu ári að fara yfir þær tillögur sem þar komu fram. En margt í þeim drögum þegar komið til framkvæmda eða til vinnslu. Til dæmis unnið öflugt heilsueflandi starf á vegum embættis landlæknis í samvinnu við sveitarfélögin í landinu og nú býr 85% landsmanna í sveitarfélögum sem geta kallað sig heilsueflandi samfélag. Skimunarráð, sem ein tillagan sem í drögunum, hefur verið sett á stofn og það sem sagt ráðgefandi fyrir embætti landlæknis og ber ábyrgð á því að landsmönnum standi til boða á hverjum tíma skipulögð hópleit sem byggist á gagnreyndri þekkingu skimun krabbameina og forstiga þeirra. Enn fremur hefur svokallað PET-scan verið tekið í notkun á Landspítalanum sem bætir verulega alla möguleika á greiningu og meðferð krabbameina hér á landi. Krabbameinsskrá hefur verið til í áratugi og unnið að stöðugum endurbótum á henni og möguleikum á norrænu samstarfi gæðaskrár krabbameina. Í krabbameinsáætlunardrögunum eru sett fram 10 aðalmarkmið með tilheyrandi undirmarkmiðum og hef ég forgangsraðað 4 verkefnum og mun deila þeim til viðkomandi heilbrigðisstofnana sem augljóslega gegna meginhlutverki í framkvæmd áætlunarinnar. Í fyrsta forgangi að einstaklingur með krabbamein og aðstandendur þeirra skuli eiga kost á fullkomnustu þjónustu af vel mönnuðum starfseiningum og sérhæfðu starfsfólki. Þá sett í forgang að einstaklingur með krabbamein sé boðin greining, meðferð og umönnun sem byggist á bestu gagnreyndri þekkingu, aðferðum og tækjabúnaði.
Þessir tveir þættir fara aðallega fram á Landspítala og Sjúkrahúsinu á Akureyri og þessum tveimur stofnunum verður falið að koma með greinargerð til ráðuneytisins sem tilgreinir hvað af þessum aðgerðum er þegar til staðar og hvað skortir til þess að krabbameinsáætlun sé fullnægt. Ef þessum tveimur þáttum er fullnægt með breiðri aðkomu fagstétta er forsenda fyrir hendi að krabbameinssjúklingum standi til boða fullnægjandi upplýsingamiðlun sem er eitt af aðalmarkmiðum áætlunarinnar. Virðulegi forseti, ég mun svara spurningunum í ítarlegri hætti í minni síðari innkomu hér. Hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir, tekur til máls öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra fyrir svörin og hvet hann til dáða í þessum efnum. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin spáir því að krabbameinssjúklingum í heiminum fjölgi árlega 70% á næstu 2 áratugum. Stofnunin telur ólíklegt að hægt verði að stemma stigu við krabbameinssjúkdómum með lækningum, heldur verði að koma í veg fyrir ný tilfelli með fyrirbyggjandi aðferðum. Því er mikilvægt að fólk og samfélög hafi yfir að búa góðri áætlun sem tekur utan hvernig halda eigi utan þann heilbrigðisvanda. Auk þess sem hægt er að gera svo miklu betur í utanumhaldi þá einstaklinga sem greinast með krabbamein. Það myndi skila þeim fljótar tilbaka til þátttöku í atvinnulífi og eða lifa með sjúkdómnum í daglegu lífi. Með því að einbeita sér að skipulegum hætti að líðan og þjónustuþörfum einstaklinga með krabbamein og veita þjónustu í samræmi við það skila sér tilbaka með betri líðan og styttri meðferð sem allir græða á. Og þá maður helst að tala einstaklinginn að hann fái hann renni inn í ákveðið ferli sem að honum yrði þá veittur stuðningur í, auk þess sem að honum yrði þá veitt sem besta meðferð sem að völ er á. Hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir svarar öðru sinni. Já, virðulegi forseti, í þessari áætlun er það líka sett í forgang að einstaklingum með krabbamein og aðstandendur þeirra sé boðin upp á þjónustu sem boðin þjónusta sem byggist á virkri gæðaskráningu og þar með sé skapaður möguleiki til mats á árangri og samanburði við alþjóðleg viðmið og þetta er líka í samræmi við ábendingar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. En ábyrgðaraðili í þessu verkefni verður embætti landlæknis krabbameinsskrá í samvinnu við Sjúkrahúsið á Akureyri og Landspítala háskólasjúkrahús. Loks verður sett í forgang að einstaklingum með krabbamein og aðstandendur verði boðin skipulögð, samfelld og samræmd þjónusta sem veitt er á réttum tíma. En ábyrgðaraðilarnir hér eru Landspítalinn, Sjúkrahúsið á Akureyri og Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar sem samræmir viðbrögð heilsugæslunnar allt land. Virðulegi forseti, það verður auðvitað gert með formlegum hætti og sett væntanlega á heimasíðu ráðuneytisins. Þessi forgangsröðun mín og staðfesting á þeim drögum sem hafa borist ráðuneytinu og hafa verið til vinnslu þar, þannig að niðurstaðan sé sýnileg öllum og þar með talið þeim sem að þjónustunnar njóta. Þá er lokið óundirbúnum fyrirspurnatíma. Fundarstjórn forseta. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, örstutt fundarstjórn óundirbúnar fyrirspurnir en núna eru auka fyrirspurnartími einmitt núna á mánudögum yfirleitt, þess vegna einum fleiri sem spyrja og það hafa venjulega núna verið stjórnarflokkarnir sem taka þetta eina auka pláss sem er allt í góðu. Framsókn hefur núna spurt þrisvar sem hafa verið þessu og alltaf hefur spurt ráðherra Vinstri grænna. Vinstri grænir hafa spurt til skiptis tvisvar núna, einu sinni ráðherra Sjálfstæðisflokksins og einu sinni ráðherra Framsóknar. Og Sjálfstæðismenn hafa spurt einu sinni þá eigin ráðherra. Ég velti því fyrir mér hvort að þetta sé rétti vettvangurinn í rauninni til þess að stjórnarþingmenn sé að spyrja eigin ráðherra í óundirbúnum eða hvort að það sé eðlilegt yfir höfuð þar sem að við höfum alveg séð það hérna í atkvæðagreiðslu þar sem að ríkisstjórnarsamstarfið skipti mun meira máli heldur en nokkrir aðrir hagsmunir og maður velti því fyrir sig hvort að óundirbúnar fyrirspurnir þar sem maður á eiginlega að vera eftir því sem ég skil að vera í ákveðnu eftirliti með störfum ráðherra, hvort að það komi og það sé vel nýtt þá að stjórnarþingmenn sé að spyrja rauninni ráðherra ríkisstjórnarinnar kannski ágætis spurningar að einhverju leyti, en þetta er ég velti fyrir mig hvort það sé heppilegur vettvangur. Fundarstjórn forseta, hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir.
Hæstv. forseti. Ég vil bara koma hér upp og lýsa yfir ég á móti hv. þingmanni sem tók hér áðan til máls. Fyrirkomulagið þannig að tvisvar í viku óundirbúinn fyrirspurnatími. Stjórnarandstaðan, hver flokkur fyrir sig, fær eina fyrirspurn hver í bæði skiptin. Svokallað aukaslott þá á mánudeginum og þá möguleiki fyrir þingmenn stjórnarinnar til að koma með fyrirspurnir á ráðherra. Og það finnst mér bara mjög eðlilegt, mér finnst það jákvætt og ég vil bara lýsa því yfir að mér finnst þetta gott framtak hjá forseta. Þá tekur við til máls fundarstjórn forseta. Bjarkey, háttvirtur, nú með hvað? 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Þakka þér fyrir, hæstv. forseti. Ég vil bara koma hérna upp til þess að fara sérstaklega yfir það að mér finnst málfrelsi þingmanna afar gott. Hér í pontu Alþingis, hvort sem ég er í ríkisstjórn eða styð ríkisstjórn eða er ekki að styðja ríkisstjórn. Og þetta fyrirkomulag sem var að bæta við einni fyrirspurn, það snerist ekki eingöngu það að stjórnarandstaðan fengi að skipta því á milli sín með reglubundnum hætti, heldur þetta bara fyrir okkur þingmenn. Mér finnst það mjög mikilvægt. Við veitum ráðherrum okkar aðhald. Það er líka mikilvægt að það gerist hér í pontu Alþingis, hvort sem það er í formi fyrirspurna, í formi ræðna eða í hvaða formi sem það nú er. Ég held að það sé afar mikilvægt og við höfum að virða þann rétt okkar allra og ekki draga okkur í dilka hvað það varðar. Ég ætlaði bara að árétta það, virðulegi forseti, að við höfum að virða rétt okkar allra til að taka þátt í einmitt þess að geta skipst á skoðun. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Ég tek alveg undir það. Ég virði málfrelsi þingmanna hvað þetta varðar. En ég bara velti fyrir mig hvort að þetta væri réttur vettvangur. Því að þegar að þetta auka pláss varð til, þá var mikil umræða einmitt að auka við í störfum þingsins. En einhverra hluta vegna þá var til auka og lengri tími í óundirbúnar fyrirspurnir. Og maður svona, ég bara reyna að velta upp fyrir mér hvort að við séum að beina þessu réttan farveg á einhvern hátt, sko, þar sem að við erum með meirihlutastjórn. Og það er pínu undarlegt þegar það er verið að spyrja eigin ráðherra eða ekki, en ég virði það alveg jafnframt á sama tíma og hef ekkert út á fyrirspurnir stjórnarþingmannanna sem hafa komið fram að setja á þann hátt, heldur ég bara að reyna að velta fyrir mér upp í samræðinni hvort að þetta sé eðlilegur vettvangur í eftirliti með framkvæmdarvaldinu að blanda þessu á einhvern hátt saman, eða hvort við ættum að vera almennt séð þá frekar með þetta meira í störfum þingsins eða á einhvern annan formulegri hátt heldur en óundirbúnar fyrirspurnir. Þetta er ekki alvarleg ábending, ég er bara að vekja athygli á þessu og þessum áhugaverða hvernig fyrirspurnirnar kastast á milli stjórnarflokkanna. Það er mjög skemmtilegt að skoða það. Eru fleiri sem vildu tjá? Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir það að taka þetta upp og vera með þessar vangaveltur sem að mér finnst fyllilega eiga rétt á sér. Af því að við erum að gæta hér að vissu leyti aðhaldshlutverki gagnvart ríkisstjórninni, en á móti kemur og þá vil ég líka undirstrika það að ég tek heils hugar undir með þeim þingmönnum sem hér ræddu áðan málfrelsi þingmanna, hvort sem þeir eru í stjórn eða stjórnarandstöðu. Þannig að við þurfum að finna þennan farveg hvernig þetta málfrelsi verði best nýtt, bæði aðhaldshlutverk stjórnarandstöðuna sem er gríðarlega mikilvægt fyrir bara alla lýðræðislega framvindu og umræðu, en ekki síður það að reyna að finna líka stjórnarþingmönnum, veit það vel, hafandi verið þar líka, að þeir finni líka og geti fundið fjölunum sín. Að því sögðu þá vil ég bara eindregið beina því til líka stjórnarmeirihlutans þá að hætta að koma með tillögum að takmarka ræðutíma eða ræðutíma til dæmis skýrslur eða fjárlög eða hvað það eru mikilvæg málefni að takmarka þá ræðutíma. Koma þá frekar með tillögur sem að ýta undir málfrelsi allra þingmanna, hvort sem þeir eru í stjórn eða stjórnarandstöðu. Tekið fyrir annað dagskrármálið, sérstök umræða, eignarhald á bújörðum. Málshefjandi er hv. þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir.
Hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson verður til andsvara. Hefst nú umræðan. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristjáni Þór Júlíussyni fyrir að ræða hér eignarhald á bújörðum og mögulegar takmarkanir á því í ákvæðum ábúðar- og jarðalaga. Undanfarið hefur talsverð umræða átt sér stað í samfélaginu eignarhald á bújörðum og ljóst að margir hafa áhyggjur af því að Íslendingar séu með andvaraleysi að tapa eignarhaldi á auðlindum á landi. Í september fékk hæstv. ráðherra sjávarútvegs- og landbúnaðarmála álit starfshóps endurskoðun eignarhalds á bújörðum í hendur. Þar voru settar fram 8 tillögur að leiðum til að viðhalda ræktanlegu landbúnaðarlandi og búsetusveitum landsins með breytingum á jarðalögum og ábúðarlögum. Mér finnst mikilvægt að heyra viðhorf hæstv. ráðherra til þessara tillagna og að þær verði ræddar hér í þingsal. Ég álít allt land vera auðlind, landið sjálft, jarðveginn og gróðurinn sem þar þrífst. Sumt land nýtist til matvælaframleiðslu, annað til útivistar og auk þess geta fylgt landi önnur gæði sem enn auka verðmæti þess, til dæmis veiði og vatnsréttindi. Meðferð og notkun alls lands skiptir alla landsmenn máli, bæði nú og til framtíðar. Það felast miklir almannahagsmunir í ráðstöfun og meðferð lands, því geta ekki gilt sömu reglur kaup og sölu á landi eins og á hverri annarri fasteign. Þjóðlendur eru nú 44% landsins en land sem hvorki tilheyrir þjóðlendum né þéttbýli skiptist í jarðir, sem eru þá yfir 50% af landinu. Bújarðir á Íslandi eru nú 6.000 til 7.000 eftir því hvernig á það litið og hefur ásókn fólks sem ekki búsett á Íslandi eftir eignarhaldi á jörðum aukist á síðustu árum. Við það færist eignarhald auðlinda úr landi en auk þess hafa vaknað spurningar eignasöfnun á fárra hendur og vandi komið upp vegna óþekkts og óljós fyrirsvars jarða. Ef jörð fer í eyði tapast verðmæti svo sem húsnæði og ræktun og vegir, dreifikerfi og fjarskipti veikjast sem og samfélög í strjálbýli og sveitarfélögin sem þau tilheyra. Eignarhald, ráðstöfunarréttur og ábyrgð á landi þarf þess vegna að vera í höndum landsmanna. Stjórnvöld geta beitt ýmsum tækjum til að hafa áhrif á ráðstöfun lands. Meðal tillagna í skýrslunni áðurnefndu að lögfesta búsetuskilyrði, setja skilyrði nýtingu lands í landbúnaðarnotum, takmarkanir á stærð eða fjölda fasteigna í eigu sama aðila, fyrirfram samþykki opinberra aðila fyrir eignaskiptum og að unnin verði hlutlæg viðmið fyrir slíka ákvarðanatöku, verðstýringarheimildir og skýrari reglur fyrirsvar. Sú leið sem ég tel fært að ganga beint í að festa í lög eða reglugerð eru skilyrði að einstaklingar sem öðlast eignarrétt eða afnotarétt yfir landi í landbúnaðarnotum skulu hafa lögheimili hér á landi eða hafa haft það áður í tiltekinn tíma. Ég tel slíkar takmarkanir eigi ekki að vera bundnar við land í landbúnaðarnotum heldur ná yfir allt land. Tillögurnar í skýrslunni hafa margar komið til umræðu áður en útfærslan þvælst fyrir okkur. Ástæðuna tel ég meðal annars vera að okkur vantar ákveðinn grunn. Annars vegar þarf að undirbyggja framkvæmd tillagna í skipulagsáætlunum sveitarfélaga og hins vegar þarf að bæta skráningu á landi. Stjórnvöld og almenningur hafa áhrif á landnýtingu í gegnum skipulagsáætlanir sveitarfélaga. Þar hægt að setja markmið búsetu og sjálfbæra landnýtingu. Ef sveitarfélög nota skipulagsáætlanir betur en nú gert til þess, væri byggt undir hlutlægu viðmiðin sem kallað er eftir. Sveitarfélög geta skilgreint landbúnaðarland sem halda skal í ræktanlegu ástandi og líka jarðir þar sem heilsársbúseta telst æskileg og geta þar komið inn fleiri sjónarmið en nýting til landbúnaðar, svo sem styrking samfélaga, öryggissjónarmið, eftirlit lands, eftirlit minja og náttúruvernd. Bætt skráning
eigna er líka forsenda þess að hægt verði að beita stjórntækjum við markvissa ráðstöfun. Mig langar því að spyrja hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hvernig áliti starfshóps endurskoðun eignarhalds á bújörðum verði fylgt eftir, hverjar af tillögum hópsins væru vænlegast að vinna með áfram, hvaða leiðir séu skilvirkastar til að tryggja að auðlindir á landi haldist í eigu landsmanna, hvort og hvernig hann muni beita sér í samstarfi við önnur ráðuneyti til að tryggja yfirráð yfir auðlindum á landi. Málstekur hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, það mál sem hér er til umfjöllunar byggir á verki sem að þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipaði fólk til þann 16. júní 2017. Þá setti þáverandi ráðherra 5 manna starfshóp á laggirnar sem átti að endurskoða eignarhald á bújörðum. Hópnum var stýrt af ráðuneytisstjóra atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins en auk hans áttu sæti fulltrúar bændasamtakanna, dómsmálaráðuneytis, fjármála- og efnahagsráðuneytis auk umhverfis- og auðlindaráðuneytisins. Ég lagði þessa skýrslu fram á fundi ríkisstjórnar á vettvangi og ástæðan fyrir því er einfaldlega sú að málefni fasteigna og jarða snerta mörg ráðuneyti og í kjölfarið á þeirri umræðu sem að þar átti sér stað þá var ákveðið á vegum forsætisráðherra að skipa starfshóp til að leiða sameiginlega vinnu ráðuneytanna eins og kom raunar fram í frétt frá forsætisráðuneytinu þann 8. október síðastliðinn. Meginmarkmið þeirrar vinnu verður að meta lögmæti mismunandi leiða til að setja almennar takmarkanir á stærð landareigna og eða fjölda fasteigna sem einn og sami aðilinn sem og tengdir aðilar geta haft afnotarétt af. Jafnframt á það að verða hlutverk starfshópsins að skoða mögulegar leiðir til að sporna gegn því að land í landbúnaðarafnotum sé tekið til annarra nota. Markmið þessarar vinnu verður meðal annars að leita leiða til að tryggja, ef ekki telst grundvöllur fyrir áframhaldandi landbúnaðarafnotum, tryggja það að búseta á jörð haldist enda þótt hefðbundin landbúnaðarafnot leggist af. Tilgangur með slíku verklagi verður að sporna gegn íbúafækkun og viðhalda byggð á viðkomandi svæði. Í þessum starfshópi forsætisráðuneytisins eiga sæti fulltrúar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra, dómsmálaráðherra, umhverfis- og auðlindaráðherra og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra auk fulltrúa forsætisráðherra sem að mun stýra vinnu þessari sem að hér er gerð að umtalsefni. Skýrslan sem að mér barst reifar helstu lagabreytingar sem mögulegt er að ráðast í til að viðhalda ræktanlegu landbúnaðarlandi og búsetu í sveitum landsins og til hliðsjónar í vinnu sinni hafði starfshópurinn eldri og núgildandi ábúðar- og jarðalög, löggjöf í Danmörku og Noregi og skuldbindingar íslenska ríkisins samkvæmt EES-rétti til hliðsjónar. Starfshópurinn komst að þeirri niðurstöðu að það væri fært að ráðast í tilgreindar lagabreytingar í samræmi við yfirlýst markmið að viðhalda ræktanlegu landbúnaðarlandi og búsetu í sveitum landsins. Lagabreytingarnar gætu verið ein eða jafnvel fleiri saman til að ná fyrrgreindu markmiði. Í skýrslan tekur einnig til umfjöllunar einföldun stjórnsýslu tengda landskiptum og laust lands úr landbúnaðarnotum, kosti og galla þess og mögulegar leiðir. Það er álit starfshópsins að brýnt sé að grípa til aðgerða annaðhvort með því að einfalda stjórnsýsluframkvæmd eða styðja við þetta hlutverk ráðherrans. Skýrslan verður lögð til grundvallar í þeirri vinnu sem að ég gat hér áðan á vegum forsætisráðuneytisins. Markmið okkar á að vera að viðhalda ræktanlegu landi til matvaraframleiðslu og að sem flestar bújarðir landsins verði nýttar til hagsbóta fyrir einstök svæði og landið í heild. Það er álit starfshópsins að ekki sé útilokað að koma á sérstökum úrræðum tengdum landsréttindum á borð við vatns- og veiðiréttindi. Hins vegar ber að hafa í huga að það hefur verið meginstefnan að undanskilja ekki lax- og silungsréttindi né aðrar auðlindir frá bújörðum þegar það skipta eigendur. Þó er rétt að geta þess hér að þegar ríkið selur jarðir í sinni eigu þá hefur venjan alllangt skeið verið sú að jarðhitaréttindi eru skilin frá og haldast áfram í opinberri eigu. Það er ýmislegt sem mælir gegn fortakslausu banni við jarðakaupum útlendinga. Hins vegar á slíkt eignarhald á stórum löndum ekki að vera auðsótt og því tilefni til að endurskoða og mögulega herða regluverk hvað það varðar, en á þeirri vegferð er mikilvægt
að við virðum okkar alþjóðlegu skuldbindingar. Í mínum huga er markmið okkar skýrt. Það á fyrst og fremst að snúast að viðhalda ræktanlegu landi til matvælaframleiðslu og ekki síður að sem flestar bújarðir landsins verði nýttar til hagsbóta fyrir einstök svæði og landið í heild. Í mínum huga á þetta að verða leiðarljós þeirrar vinnu sem fram undan er. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson. Herra forseti, ég þakka málshefjanda hv. þingmanni Líneik Önnu Sævarsdóttur fyrir það að taka þetta efni til umfjöllunar og sömuleiðis hæstv. ráðherra fyrir að taka þátt og leggja sitt mikilvæga lóð á vogarskálarnar í umræðunni. Íslenskur landbúnaður er gamalgróinn atvinnuvegur sem við tengjumst öll hvert með sínum hætti enda að ættum annaðhvort frá sjávarsíðunni eða úr sveit nema hvoru tveggja sé. Við lifum þá tíma að ekki er sjálfgefið að stór landsvæði séu í eigu Íslendinga sjálfra. Raunin er sú að nokkur fjöldi bújarða og verðmætar auðlindir í tengslum við þær eru í beinni og óbeinni eigu útlendinga eða erlendra lögaðila. Með EES-samkomulaginu eru ýmsar leiðir opnar í þessu sambandi og það er gagnkvæmt. Íslendingar geta þannig fest sér skika innan landa ESB og hefur nokkur fjöldi landans nýtt sér það. Herra forseti, við viljum veg landbúnaðar á Íslandi myndarlegan og að jarðnæði sem er reyndar af skornum skammti sé vel og skynsamlega nýtt til framtíðar. Við horfum til þess að grænn landbúnaður vaxi og dafni og að við tengjum hefðbundna framleiðslu mun meira markaðsaðstæðum hverju sinni. Mörg sóknarfæri eru til staðar fyrir íslenska bændur og við verðum að gæta þess að brenna ekki neinar brýr að baki okkar. Í umfjöllun Alþingis við samningu jarðalaga árið 2004 var einmitt fjallað það að hér væri ekki sama þörf fyrir land til landbúnaðarnota og áður, en mikilvægt væri að vernda land sem nýtanlegt sé til landbúnaðar, að greinin sé í örri þróun og því sé skynsamlegt að gæta að því að nægjanlegt land sé til staðar fyrir landbúnaðarframleiðslu framtíðarinnar. Herra forseti, það er drepið í skýrslu starfshóps eignarhaldi á bújörðum sem er nýleg að mikilvægt sé að yfirvöld landbúnaðarmála geti kippt í spotta og haft áhrif á ferlið en að málin hvíli ekki einfaldlega bara á herðum skipulagsyfirvalda. Og mig langar að spyrja hæstv. ráðherra hans afstöðu hvað þetta varðar og hvort að hæstv. ráðherra vilji hér leggja orð í belg. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Líneik Önnu Sævarsdóttur fyrir að taka þetta mál upp og ráðherranum fyrir að vera hér til svara og með sitt innlegg. Þetta er mál sem hefur verið mikið til umræðu núna undanfarið ár og er í raun og veru mjög alvarlegt mál og viðkvæmt líka í leiðinni vegna þess að leið og við viljum hafa landið allt í byggð sem að held ég flestir eru sammála og hugsa vel jarðrækt og annað slíkt að þá megum við passa okkur á því að gjaldfelli ekki jarðirnar með einhverjum algjörum boðum og bönnum. En mig langar að vitna hérna í spurningu þingmanns. Þann 31. maí 2017 bar virðulegur þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir upp fyrirspurn til dómsmálaráðherra sem hljóðaði svo, með leyfi forseta. Hyggst ráðherra setja skýrar reglur til að koma í veg fyrir að kaup erlendra aðila sem ekki hafa sér lögheimili og hafa búsetu á Íslandi, meðal annars á jörðum í eigu ríkisins og ef svo er, hvert verður megin inntak þeirra reglna. Svar dómsmálaráðherra barst þann 8.9.2017 þar sem hann tilkynnti skipun starfshóps sem skilaði tillögum í ágúst það ár. Í 8. lið segir hvers kyns áskilnaður ríkisborgararétt til dæmis fasteigna eiganda og ábúenda felur í sér mismunun og brýtur gegn skuldbindingum íslenska ríkisins samkvæmt EES-samningum. Það er álit starfshópsins að það sé ótækt að leggja til
úrræði tengd áskilnaði og ríkisborgararétti. Ég vil vekja athygli á því að hvernig Danir taka á þessu. Dönsk lög gera það sínu leyti ríkari kröfur en íslensk lög, þannig að áskilið að allir sem öðlast vilja eignarrétt yfir fasteignum þurfa að hafa fasta búsetu í Danmörku eða hafa haft búsetu 5 ára skeið. Er þetta eitthvað sem hæstv. Landbúnaðarráðherra gæti hugnast? Spyr ég ráðherra. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti. Við horfum upp á það í auknum mæli að auðmenn að kaupa upp jarðir sem hafa verið í ábúð og ætla sér ekki að nýta áfram til landbúnaðarframleiðslu eða nýtingar. Eins og lagaumhverfið í dag þá geta allir innan EES-svæðisins átt viðskipti með bújarðir og ekki eru neina kvaðir sem þeim kaupum fylgja. Reglugerð sem sett var árið 2013 fól í sér takmarkanir á eignarhaldi erlendra aðila á jörðum hér á landi. Hún var felld úr gildi af ótta við Eftirlitsstofnun EFTA, en Danir hafa sett ströng skilyrði fyrir kaupum á bújörðum í sínu landi. Það er meðal annars krafist að kaupandi bújarða skuli hafa fasta búsetu á viðkomandi jörð. Þannig er komið í veg fyrir að jarðir færist á hendur fárra fjársterkra aðila og ekki hefur ESA haft afskipti af þessum lögum í Danmörku. Við Vinstri græn höfum flutt endurtekið tillögur endurskoðun á lagaumhverfi varðandi uppkaup jarða og landi og tillögu að stjórnvöld móti stefnu flokkun og vernd og skráningu ræktanlegs lands til stuðnings ákvarðanatöku nýtingu þess og landnotkun. Ég tel mikilvægt að vinna með tillögur starfshóps eignarhald á bújörðum og ég tel einnig mikilvægt að landeigandi hafi hér búsetu og eigi hér lögheimili og það sé brýnt að ræktunarland sé ekki tekið undir aðra óskylda starfsemi og að búið sé á sem flestum jörðum svo sveitir landsins myndi áfram sem besta byggðafestu með lifandi samfélagi. Það eru 80.000 manns í strjálbýli sem treysta með einum eða öðrum hætti á landbúnaðinn í dag og landbúnaður er og verður órjúfanlegur hluti af byggðafestu í okkar landi. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, tillögur nefndarinnar sem ræðir að lögfesta búsetuskilyrði, svo sem skilyrði notkun, kröfu til lögheimili, takmarkanir á stærðum lands og þær eru ekki slæmar. Þær eru í rauninni nauðsynleg forsenda þess að fara sér vel með þá auðlind sem landareign er. En það er öllu óheppilegra að ætla hinu opinbera að tryggja samþykki hins opinbera að tryggja samþykki þegar það er einhvers konar kaupsamningar í gangi, að lögfesta starfssviðstengdan forkaupsrétt eða búa til einhvers konar verðstýringarheimild. Þetta er í rauninni aðferð til þess að ganga inn á frjálsa markaði. Ef við ætlum aftur á móti að tryggja að auðlindir á borð við land séu vel nýttar í þágu samfélagsins, þá þarf að horfa á þessa auðlind sem takmarkaða og umsjón eða eignarhald á landi sem form einokunar á ákveðnum auðlindum. Og það er eðlilegt að hafa skýrar reglur það. Hitt er annað mál að það er afar óheppilegt hversu mikið þessi umræða landareignir stýrist af ótta við að útlendingar séu að koma og kaupa upp Ísland, einkum í ljósi þess að það eru samningar og þeir samningar sem gera þeim kleift að kaupa land á Íslandi gera Íslendingum jafnframt kleift að kaupa land út alla Evrópu. Það má svo sem vera að einhverjum finnist þetta vera of mikil fórn í einhverjum þjóðerniskenndar skilningi, en það er ekki hægt að segja annað en að þetta er stórkostlegt samkomulag sem þessi lönd hafa náð sér saman í ljósi þess að land er alltaf takmörkuð gæði og takmörkuð auðlind alls staðar í heiminum, ekki bara á Íslandi. Þannig að í staðinn fyrir að reyna að takmarka landareign við ríkisborgararétt eða álíka út frá einhverjum þjóðernislegum forsendum, þá er eðlilegt að við pössum þær auðlindir sem eru úthlutaðar að þær séu vel nýttar og á hátt sem þjónar hagsmunum alls samfélagsins. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson.
Herra forseti. Ég er ánægður með að fá hér tækifæri sem formaður þingflokks Flokks fólksins að undirstrika þá skýru stefnu flokksins að við viljum ekki að landið verði selt undan þjóðinni. Skiljanlegur sá uggur sem sest að fólki í ljósi upplýsingum umsvif útlendinga í landakaupum hér á landi. Í skýrslu eignarhald á bújörðum eru ýmsar tillögur tilteknar breytingar á ábúðarlögum og jarðalögum og ábendingar sem sýnist unnt að vinna frekar úr til að viðhalda ræktanlegu landbúnaðarlandi og búsetu í sveitum landsins. Hér á landi hljótum við einkum að taka mið af dönskum og norskum rétti í þessum efnum. Dönsk lög þetta efni miða að því að tryggja eðlileg og fjölbreytt landbúnaðarnot að teknu tilliti til landbúnaðarframleiðslu, náttúru, umhverfis og menningar og hafa skýr ákvæði búsetu. Markmið norsku laganna einkum að stuðla að skilvirkri vernd fasteigna í landbúnaðarnotum sem á hverjum tíma þykir henta samfélaginu best. Hér verk að vinna að taka í auknum mæli mið af lögum þessi efni í nágrannalöndum okkar. Við getum ekki, herra forseti, horft upp á að erlendir aðilar kaupi hér upp heila dali og firði. Mál að linni. Landið undirstaða fullveldis Íslendinga. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, í ríkisstjórn Framsóknarflokksins undir forystu Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar og Sjálfstæðisflokksins að þá skilaði nefnd skýrslu eignarhald erlendra aðila á fasteignum og jarðnæði. Þetta var gert 2015 og hæstv. Núverandi dómsmálaráðherra sat meðal annars í nefndinni. Ég vil taka undir það meginsjónarmið nefndarinnar sem kom þar fram að erlend fjárfesting auki hagsæld og fjölbreytileika í íslensku samfélagi og atvinnulífi, að það sé farsælast að auka frjálsræði á þessu sviði og draga úr undanþágum eins og kostur er. En við þekkjum þó ýmsar eðlilegar takmarkanir út frá almannahagsmunum ekki síst. En hver vandinn í dag? Hann helst sá að það ógegnsæi í reglum og framkvæmdum, það hentistefna að vissu leyti sem ríkir meðal annars gagnvart íbúum utan EES og það fer stundum eftir því hver ráðherra hverju sinni. Nefndin á sínum tíma taldi mikilvægt að við þróun regla á þessu sviði sé gætt eins mikils jafnræðis og kostur er til dæmis varðandi þjóðerni eða búsetu. Vega eigi þyngra tilgangur nýtingar á jarðnæði en eignarhald innlendra eða erlendra aðila, með öðrum orðum að notagildi sé sá þáttur sem mestu máli skiptir. Jafnræði að þessu leyti skapi að mati nefndarinnar þáverandi jákvæð viðhorf til fjárfestinga hér á landi og gildir auðvitað ótvírætt innan EES-svæðisins. Ég vil taka undir þetta. Það notagildi sem við eigum að hugsa en ekki hvort það séu endilega Íslendingar eða útlendingar. Ef þá að takmarka meginreglunum frjálsræði þessum efnum þá getur verið flókið, en ég vil hins vegar draga fram að það má hugsa sér annars vegar að setja fram regul, til dæmis eins og í Danmörku 5 ára búsetuskilyrði, en vel að merkja, slík regla algild. Hún gildir líka Íslendinga. Og á hinn bóginn, og ég held að það verði ekki hjá því komist, þá verðum við líka að ræða of mikla samþjöppun lands á fárra manna hendur, óháð því hvort það séu Íslendingar eða útlendingar. Og við sjáum það meðal annars í sjávarútvegi, og ég kem að því síðar í seinni ræðu minni, að við sjáum að löggjafinn að veita ákveðnar vísbendingar að of mikil samþjöppun, eins og til dæmis á veiðiheimildum, getur ógnað almannahagsmunum. Ég held að við hljótum að taka slíka viðmiðanir til gaumgæfilegrar athugunar og skoða hvort að það eigi meðal annars að setja einhverjar takmarkanir á samþjöppun á eignarhaldi á landi. Forseti biður hv. þingmenn að virða tímamörk, en næst tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti, ég vil þakka málshefjanda umræðuna. Undanfarið hefur átt sér stað nokkur umræða eignarhald á bújörðum því margir hafa af því áhyggjur að of margar jarðir hafi farið úr eigu Íslendinga. Á grunni þess að allt land auðlind, það landið sjálft, jarðvegurinn og gróðurinn sem þar þrífst, hljótum við að þurfa að grípa til aðgerða. Mest ásókn hefur verið í hlunnindajarðir sem eiga veiði- og vatnsréttindi.
Ásóknin hefur verið mikil meðal fólks sem hefur ekki fasta búsetu hér á landi og eru erlendir ríkisborgarar. Hér er því mikilvægt að staldra við og spyrja okkur sjálf, erum við að selja auðlindir úr landi? Eins og sú sem hér stendur hefur áður komið inn á hér í þingsal, þá leggjum við Íslendingar ekki í vana okkar að selja auðlindir úr landi. Íslendingar mega einir eiga virkjunarrétt, bindi vatnsfalla og jarðhita, önnur en til heimilisnota. Orkuvinnsla skal einnig vera í íslenskri eigu sem og orkudreifing. Í sjávarútvegi gilda strangar reglur erlent eignarhald á íslenskum útgerðarfélögum og fiskvinnslum. Einnig gilda á Íslandi takmarkanir á erlendu eignarhaldi í flugrekstri. Ég spyr því, hvers vegna það sama gildi ekki auðlindina íslenskar jarðir? Hér hefur verið nefnt að lausnin gæti meðal annars falist í því að skilyrða kaup á jörðum við samfellda búsetu á Íslandi í ákveðið mörg ár. Kalla ég áfram eftir eigendastefnu ríkisins vegna bújarða, því það er hluti af þessu máli. Hvaða leiðir eru bestar til að nýta þessu auðlind? Er hægt að beita hagrænum hvötum í skattakerfinu til að hvetja til nytja bújarða? Er hægt að leggja lægri fasteignaskatt á jarðir sem nýttar eru heldur en þær sem eru ekki nytjaðar? Hæstv. forseti, mikilvægt er að hafa grunnupplýsingar í lagi, það þarf að laga. Þá fyrst er hægt að vita umfang verkefnisins og gera raunhæfar áætlanir nýtingu. Þetta er byggðastefnumál, þetta er náttúruverndarmál, þetta er auðlindamál, þetta er samvinnumál, þetta er mál afkomenda okkar. Næst tekur til máls hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Virðulegi forseti, það er sjálfsagt eðlilegt að við ræðum tillögu þessa starfshóps takmörkun á eignarhaldi bújarða út frá nokkrum vinklum, en ég vil kannski bæta umræðuefnunum inn í þessa umræðu út frá því sem ég vil ekki að gleymist í umræðum við ætlum að reglusetja með stífum hætti eignarhald á bújörðum, sem ég ætla ekki að útiloka að þurfa að fara yfir og er alls ekki á móti því að það verði gert, og vil bara einungis minna á það leið og við förum að ræða takmarkanir á eignarhald á bújörðum, þá erum við að skerða réttindi einhverra, við erum mögulega að skerða eigur fólks svo framvegis. En það sem við verðum líka að muna eftir að ræða í þessu sambandi er bara ábyrgðin þess að eiga bújörð. Og ég vil lengi óska eftir því að við tækjum þá umræðu ofar og meira og skýrar, vegna þess að í því hvaða kröfur löggjafinn gerir til ábyrgðar hlutverks þeirra sem eiga og halda bújarðir getur haft gríðarleg áhrif á það hvort að menn að safna bújörðum. Við höfum ýmis úrræði og ákvæði í lögum fjöleignarhús og við höfum í mörgum lögum ýmsar skyldur þeirra sem aðra starfa undir tilteknum lögum, en við höfum því miður ekki náð að safna þeim saman í jarðalögum hver er ábyrgðin á að eiga land og hvernig á að umhirða landið. Það er miklu stærra verkefni heldur en ég hafi kannski endilega áhyggjur af eignarhaldi erlendra aðila að íslensku bújörðum. Það er umræða sem einskorðast mjög mikið við laxveiði, réttindi og veiðihlunnindi sem mætti taka á með öðrum hætti, eins og til dæmis með takmörkunum á atkvæða í fjölda í veiðifélögum og setja skorður þar, sem ég held að væri eðlilegt að ræða. En líka það að við þurfum að ræða forsvar fyrir bújarðir. Vandamál í sveitum er líka verða það að það eru orðnir allt of margir eigendur á jörðum og eigendahópurinn er ósamstígur, hann er ósamstæður og það fannst ekki niðurstaða nýtingu bújarða sem að skapa oft á tíðum gríðarleg vandamál, og þau eru vaxandi hæstv. Landbúnaðarráðherra og við þurfum líka að huga þeim. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, ég vil byrja á að þakka hv. þingmanni Líneik Önnu Sævarsdóttur fyrir að óska eftir þessu máli á dagskrá þingsins. En hér er að ræða mál sem hefur verið þó nokkuð til umræðu síðustu ár og liggur nú fyrir skýrsla starfshóps endurskoðun eignarhalds á bújörðum. Við fyrstu sýn virðast tillögur starfshópsins flestar nokkuð skynsamlegar, en í þessu máli sem öðrum er þó mikilvægt að gæta meðalhófs. Hv. þingmaður hóf þessa umræðu spyr hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hvernig sé hægt að tryggja yfirráð yfir auðlindum haldist í eigu landsmanna.
Það í mínum huga ekki endilega mikilvægasta spurningin, heldur frekar að gæta þess að tryggja að bújarðir og auðlindir sem þeim kann að fylgja safnist ekki saman á hendur fárra einstaklinga, hverra þjóða sem þeir svo sem eru. Eignasöfnun á fárra hendur aldrei eftirsóknarverð og í þessu tilfelli til þess fallin að fækka jörðum í byggð sem ekki æskilegt. Í því tilliti sömuleiðis mikilvægt að horfa til dæmis til framtíðar þegar kemur að dýrmætum auðlindum eins og til að mynda vatnsréttindum eins og fleiri hv. þingmenn hafa komið inn á. Því tel ég líklega mikilvægustu tillögu starfshópsins vera annars vegar að lögfesta í jarðalög nr. 81/2004 takmarkanir á stærð lands og eða fjölda fasteigna og hins vegar að lögfesta í ábúðarlög nr. 80/2004 búsetuskilyrði, þar að segja skilyrði byggingu lands í landbúnaðarnotum á þann veg að landeigandi eða ábúandi skuli hafa þar lögheimili eða fasta búsetu og eða lögfesta þar skilyrði nýtingu lands í landbúnaðarnotum. Mikilvægt að ráðherra komi þessum tillögum strax í ferli og fáum við vonandi að sjá afrakstur þeirra vinnu hér í þinginu sem fyrst. Tímamælir virðist vera eitthvað í ólagi en við látum það ekki slá okkur út af laginu. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti. Uppkaup erlendra auðmanna á jörðum hér á landi áhyggjuefni og brýnt að takmarka þau strax með lagasetningu. Jarðakaupin eru ekki nýmæli hér á landi. Það hins vegar á allra síðustu árum sem auðmenn hafa sölsað undir sig heilu landshlutana. Stjórnvöld hafa staðið álengdar og horft á aðgerðalaus. Það kaldhæðni örlaganna á sama tíma og við fögnum 100 ára fullveldi horfum við á eftir landin okkar í hendur útlendinga sem ekki vilja byggja það. Í fjölmörgum ríkjum eru settar takmarkanir á jarðakaupum erlenda aðila hvað stærð lands og fjölda jarða varðar. Sjálfsagt og eðlilegt að setja takmarkanir hér á landi með sama hætti. Auk þess takmarkanir hvað varðar búsetu, náttúru- og umhverfissjónarmið og í menningarlegu tilliti. EES-samningurinn veitir opna og löglega leið fyrir erlenda aðila til jarðakaupa á Íslandi. Sætir það undrun að stjórnvöld skuli ekki hafa sett neinar takmarkanir í þessum efnum eins og löggjöf nágrannaþjóðanna okkar kveður á Nærtækast væri að horfa til norska réttar búsetukröfur á jörðum en það ákvæði brýtur ekki gegn 40. grein EES-samningsins og hefði fyrir löngu átt að vera sett í lög hér á landi. Búsetukrafan á jörðum samræmist hugmyndum okkar blómlega byggð allt land. Síðan það ráðherra sem veitir erlendum aðilum utan EES leyfi til að kaupa hér jarðir. Hér skýrt dæmi það hvernig Alþingi hefur framselt vald sitt. Eðlilegt að löggjafinn Alþingi ákveði það sjálft hvaða undanþágur skulu veittar frá skilyrðum laganna eignarrétt og afnotarétt fasteigna. Bændahöfðingi á Austurlandi sagði fyrir skömmu að það veri aumingjaskapur stjórnmálamannanna að koma ekki taumhaldi á stórfelld jarðakaup útlendinga. Herra forseti, það skylda okkar stjórnmálamanna að standa vörð landið, tilveru okkar sem þjóðar landinu að þakka. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ég hef lengi haft áhuga á þróun þessara mála og enda tel ég afar brýnt og mikilvægt fyrir okkur Íslendinga það sé búseta allt land, að það sé ljós á næsta bæ, að það myndist ekki göt í búsetuna og þá skiptir langtíma þróun að sjálfsögðu miklu máli. Vegna þess hversu seigfljótandi þessi markaður þá rétt að horfa til sögunnar. Árið 1990 áttu 2/3 bænda sínar jarðir en við upphaf 20. aldarinnar voru þeir tæpur þriðjungur og aldamótin 1800 átti 10. hver bóndi sína jörð. Við höfum með öðrum orðum áður pröfað það fyrirkomulag að auðstéttin eigi framleiðslutækin. Það held ég enginn vilji aftur. En þetta sýnir að það ekkert náttúrulögmál að bændur eigi jarðirnar. Það afrakstur af pólitík. Í den tíð var það fámenn stétt stóreignabænda, kirkjan og svo ríkið sem áttu jarðirnar. Nú öldin önnur og ósennilegt að kirkjan verði aftur leigusali bænda í landinu. En núna erum við að fást við auðmenn nútímans eins og dæmin hafa sannað undanfarin ár. Stór svæði á norðausturhorninu og Vestfjörðum eru komin í eigu erlendra aðila. Þá hafa íslenskir auðmenn einnig keypt stórar jarðir.
Sumir muna kannski eftir félaginu Lífsvali sem átti, ef ég man rétt, á 4. tug jarða hérna fyrir 10-15 árum. Þar átti að fara í alvöru stórbúskap en það fór nú eins og það fór, eins og mörg stórkallaleg íslensk plön, lóðbeint á hausinn. Jarðirnar úr því eignasafni voru sumar seldar til íslenskra bænda, aðrar, líkt og jörðin Flatey í Hornafirði, var seld Skinni Þinganesi sem þar rekur nú stærsta kúabú landsins. Tillögur starfshópsins eru ágætar. Þar kemur fram að hægt sé að færa inn í ábúðalög, ábúðaskyldu og nýtingarskyldu. Það er svo sem skárra að þeir sem safna jörðum séu skyldur til þess að sjá til þess að jörðin sé nýtt. Gallinn hins vegar við þetta fyrirkomulag er einfalt. Þegar bændur eiga ekki jarðir sínar þá er erfitt eða ómögulegt fyrir þá að fjárfesta í jörðunum. Þeir hafa lítil veð til þess að byggja fjós eða fjárhús. Þó að þeir megi veðsetja sín eignarhluta í byggingum og jarðbótum þá hrekkur það skammt. Þannig verða jarðirnar hjá einni kynslóð og einhvers konar byggðasöfnum búskaparhætti fyrir tíma. Það er rétt að árétta að engu máli skiptir hvort að það eru erfingjar sem búa á suðvesturhorninu sem eiga jörðina eða einhver breskur lordi. Þess vegna held ég að það þurfi að horfa til þess að draga úr hvötunum til þess að jarðir safnist á fárra hendur. Það er grunnvandamáli og það skiptir engu máli hvort að eigendurnir eru íslenskir eða erlendir og það er ánægjulegt að heyra að gera á frekari gangskur í þessum málum eins og hæstv. Ráðherra kom inn á, enda vart hægt að bíða mikið lengur. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, ég ætla að byrja á því að undirstrika það sem ég sagði fyrir ræðu minni, að það er óheppilegt hversu mikið umræðan snýst þjóðerni þeirra sem ætla að hafa afnot af landinu og sumir hv. þingmenn láta eins og að kaup á landi skerði einhvern veginn þjóðréttarlega stöðu Íslands gagnvart landsbyggðinni. En svo er ekki og ég endurtek, það vegur ekki að fullveldi Íslands að útlendingar kaupi lóðir eða ræktarlönd. Enn fremur ætti ekki að þurfa að rekja þau ósannindi ofan í hv. þingmann Birgi Þórarinsson að engin landshluti hefur verið seldur í heilagi til útlendinga þó einstaka jarðir hafi verið seldar og ég veit ekki til þess að neitt slíkt standi til. Þetta snýst auðlindir, þetta snýst ekki þjóðerni og mikilvægt er að huga að því hvaða auðlindir fylgja jörðum. Ekki síst er að ræða auðlindir sem er auðvelt að ofnýta eða klára og auðlindir sem er mikil hætta á að skemmist eða mengist við ágang manna. Samþjöppun eignarhalds er jafnframt hættuleg þróun. En í þessu samhengi þá er rétt að slíta ekki á þetta sem landbúnaðarumræðu eingöngu heldur auðlindaumræðu í víðum skilningi, jafnvel þegar bújarðir eru að ræða. Í dag er málefni sem snúa að undareign á málasviði fjármálaráðuneytisins þótt vissulega hafi hæstv. Landbúnaðarráðherra aðkoma að því sem snýr landbúnaði. En í samhengi við auðlindir á borð við vatn eða veiðiréttindi eða mold eða ræktarland, grjótnámur eða annað þá þurfum við að vera að skoða það heildstætt með hvað hætti við nálgumst regluverkum af nota landi. Bújarðir eru auðvitað mikilvægt sértilfelli jarða og það er eðlilegt að við hugum sérstaklega að þeirri sérstöðu en við skulum forðast að vera blindu að hefðunum í þessum málum nú þegar að merkilegar breytingar eru verða á því hvaða auðlindir sem tengjast jörðum eru álitnar verðmætar. Og ég bara legg til, herra forseti, að bara allir sameinist að skilja útlendingafælnina eftir fyrir utan þingsalinn og leggja áherslu á auðlindirnar í þessu samhengi. Átekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka málshefjanda hv. þingmanni Líneik Önnu Sævarsdóttur fyrir að gefa okkur kost á að ræða þetta málefni hér. Nú við ræðum hér álit starfshóps endurskoðun eignarhalds á bújörðum sem fór í lok ágúst síðastliðinn. Upplegg starfshópsins var eða markmið var að nauðsynlegt væri að tryggja efnahagsleg tengsl þeirra sem eiga bújarði við Ísland, að tryggja tengsl eignarhalds á bújörðum við hlutaðeigandi byggðarlög og að bújarðir væru nýttar til landbúnaðar, það er til matvælaframleiðslu. Nú hvert er vandamálið? Eins og margir hv. þingmenn hafa komið hér inn á, þá er það að sú staðreynd að alþjóðlegir auðjöfrar sem sitja með þvílíkar fúlgu fjár er að kaupa stórar landspildur á íslenska mælikvarða og þeir gera það og það veldur þeim engum svefnrofum þó þeir kaupi hér upp heilu dalina eða sveitirnar. Markmið okkar er hvernig stöndum við að því að beita skynsamlegum takmörkunum á eignarráðum jarð- eða fasteignaeigenda. Hvað er það sem skiptir máli í þessu? Að mínu mati er það þrennt. Það er stærð þess lands,
eða svæði sem verið að selja eða söfnun svæða. Koma takmörkun á það. Og einnig að mikilvæg hlunnindi, til dæmis veiði eða önnur landbúnaðarafnot, fari í hendur eins eða fárra aðila í stórum stíl. Og einnig að lönd sem eru mikilvæg fyrir landbúnaðarnot fari ekki úr þeim notum og fari hugsanlega í eyði og í eigu þessara jarðasafnara. Ég vildi benda á leiðina sem Danir og Norðmenn fara, sem mér finnst vera afskaplega og ég lýsi bara undrun minni að við séum ekki þegar búin að taka upp sambærilegar reglur og í Danmörku og í Noregi þar sem fasteignakaup eru takmörkuð, bæði varðandi búsetu og stærðartakmarkanir. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég vil undirstrika það að það er farsælast að auka frjálsræði á þessu sviði. Við vitum þó að það er að togast á ákveðin sjónarmið sem hafa endurspeglast alveg ágætlega hér, en ég vil undirstrika það og það sjónarmið okkar í Viðreisn að það skiptir ekki máli hvort það sé Íslendingar eða útlendingar sem eru eigendur jarðarinnar, heldur fyrst og fremst eigum við að beina sjónum okkar að nýtingu jarðanna. Við höfum ákveðnar áhyggjur af meðal annars samþjöppunum sem á sér stað, meðal annars varðandi auðlindirnar, og löggjafinn hefur augljóslega tekið það fyrir og vara við því, meðal annars í sjávarútveginn, að samþjöppun auðlinda á fárra hendur er ekki af henni góða, og ég tel að það er eitthvað sem við eigum að skoða með mjög opnum huga. Við leggjum líka mjög mikla áherslu á það að bændur sjálfir séu sem frjálsastir við ráðstöfun og nýtingu sinna jarða. Við sjáum að með núverandi landbúnaðarstefnu, hvort sem að það er í mjólkinni eða sauðfjárræktinni, þá kallar sú stefna á aukna hagræðingu og samþjöppun. Það þýðir það, hvort sem að mönnum líka það betur eða verra, ótal jarðir verða þá reiðubúnar til annarra nota. Svigrúm bænda til athafna verður áfram að vera til staðar. Fyrir bændur getur verið afar bagalegt að hafa mikla takmarkanir á framsali, það skekkir verðmyndun á markaði og getur lækkað verð jarða til þeirra bænda sem að vilja losa sig út úr greininni. Það getur hjálpað bændur sem vilja komast út úr rekstri að kaupendahópurinn sé líka stærri. Það verður líka að gæta þess að nýting á jörðunum geti tekið til fleiri þátta en hefðbundinna greina landbúnaðar. Það blasir við að fjölgun starfa á landsbyggðinni, hún verður ekki gegnum gömlu atvinnugreinarnar alveg hreinur og klára sjávarútveg og landbúnað, heldur afleita greinar frá þessum hefðbundnu greinum eins og í gegnum ýmsa nýsköpun, þróun, í gegnum ferðaþjónustubændur, skógarbændur, upplifunarbændur eins og einn bóndi sagði við mig daginn, og svo má lengi telja. Þannig við verðum að fara að hugsa þetta landið okkar með öðrum hætti heldur en við höfum gert fram til þessa. Uppbygging á landsbyggðinni, efling jarðanna verður í gegnum nýjar greinar í tengslum við sjávarútveg og landbúnað, og við verðum að veita bændum svigrúm og frelsi til athafna. Þá er komið að málshefjanda að nýju. Það er hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristjáni Þór Júlíussyni svörin og öllum þeim hv. þingmönnum sem hafa lagt hér sitt til málanna. Ég er mjög ánægð að heyra það og ítreka mikilvægi þess að skýrslunni sé fylgt eftir og það verði unnið úr þeim tillögum sem þar koma fram. Eins og hæstv. ráðherra kom inn á, þá er grunnur vinnunnar og viðfangsefni bújarðir, hefur verið það hingað til, og markmiðið að viðhalda landbúnaðarlandi og halda byggð og styrkja samfélög. Ég legg þá áherslu á, eins og ég kom inn á í minni fyrir ræðu, að við horfum á allt land sem auðlind. Jafnt þær jarðir sem nú eru í landbúnaðarnotkun og þær sem eru í eyði og hafa jafnvel verið þar til margra ára. Því að allt landið okkar er auðlind og við megum ekki missa sjónir af því. Því að eins og hefur líka komið vel fram í umræðunni, þá felst nýsköpun og styrking byggða ekki síst í einhverju sem við kannski þekkjum ekki núna, í nýsköpun af ýmsu tagi. Mig langar að koma aðeins inn á kröfuna búsetu í landinu.
Hún tengist í mínum huga akkúrat því sem hv. þingmaður Haraldur Benediktsson kom inn á. Ábyrgð og skyldum sem fylgja eignarhaldi á landi hefur ekkert með þjóðerni að gera. Heldur það að þeir sem að eiga land og ætla sér að bera ábyrgð á landi þeir búi þar sem landið eða í næsta nágrenni við það. Það má, eins og ég kom líka inn á í fyrri ræðu, þá mikilvægt að við undirbyggjum þau stjórntæki sem við beitum, hvort sem þau eru í lögum eða reglugerðum, með því að þekkja landið, skrá landið, skipuleggja landið og getum það á þeim grunni búið til hvata til nýtingar og nýsköpunar. Loks tekur til máls hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég vil þakka málshefjanda sem og þeim þingmönnum sem hafa tekið þátt í þessari umræðu. Hér hefur verið farið mjög víða yfir, ýmis sjónarmið reifuð og mismunandi afstaða til málsins, vissulega. Allt þetta sjónarmið sem hér hafa komið upp sem ég þekki bara í umræðum þá skýrslu sem hér liggur fyrir, sömuleiðis á grundvelli umræðu sem hefur átt sér stað innan ríkisstjórnar viðfangsefni. Það er ekki ástæðulausu sem að forsætisráðuneytið skipar svona þverfaglegan hóp málið vegna þess að þetta liggur inn á borðum ólíkra ráðuneyta. Hér hefur verið dómsmálaráðuneytið nefnt sem að sér kaup útlendinga á jörðum eftir ákveðnum reglum. Fjármálaráðuneytið með eignarhald á bújörðum. Þetta snertir byggðaáætlun á verksviði sveitarstjórnarráðherrans, sömuleiðis umhverfismál á verksviði umhverfisráðherra og svo framvegis. Í stóra samhenginu vil ég þó segja þetta, þegar menn eru að tala um það að það þurfi strax að takmarka uppkaup útlendinga. Það kann vel að vera að menn hafi þessi sjónarmið. Við verðum líka að horfa á hinn endan í stöðunni sem eigandi landsins, bóndinn, jarðeigandinn. Hann á sinn rétt og við verðum þá líka að hafa í huga með hvaða hætti við ætlum að ganga á þann rétt ef við erum þessara skoðunar. Því að það liggur fyrir að allar takmarkanir á eignarhaldi munu hafa áhrif á verðmæti þeirra eigna sem viðkomandi eiga. Og í skýrslunni meðal annars farið í gegnum þessar hugmyndir sem hér hafa verið nefndar og komið mjög víða inn í umræðuna sem að snúa að fyrirkomulagi þessara mála á Norðurlöndum, sérstaklega Danmörku og Noregi og allt gott það. Á þeim verður tekið í framhaldinu. Sá farvegur sem málið fer í, sem að hv. málshefjandi kallaði eftir, sá að forsætisráðuneytið mun stýra þessari vinnu á grundvelli þeirra samþykkta sem að þar var gerð og ég veit til þess að það verið að kalla eftir fulltrúum í þennan starfshóp núna þessa dagana. Þá sérstakri umræðu eignarhald á bújörðum lokið. Tekið fyrir 3. dagskrármálið, fyrirspurn til félags- og jafnréttismálaráðherra frá Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur. Atvinnuþátttaka fólks með skerta starfsgetu, það mál 253 á þingskjali 371. Til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, stjórnvöld hverju sinni vita hvað það eru margir einstaklingar í hverjum árgangi og í hverjum árgangi sem að jafnaði svona 4.000 til 4.500 síðan ákveður hópur einstaklinga sem þarf sérstakan stuðning samfélagsins eftir að framhaldsskóla og skólagöngu lokið. Stjórnvöld eiga því að hafa takteinum hversu hópur stór sem með skerta starfsgetu og þroskahömlun og gera allt til þess að tryggja að úrræði og atvinnutækifæri fyrir þennan hóp sé til staðar. Að gera það ekki að mínum mati ekki bara ábyrgðarlaust og sóun á fjárfestingu til lengri tíma heldur uppgjöf nútímasamfélags og hefur lítið með mennskuna sjálfa að gera. Getur það verið að stjórnvöld og atvinnulíf, kerfið sem slíkt, telji sig vera búið að gera sitt þegar skólagöngu lýkur hjá ungmennum með skerta starfsgetu og þroskahömlum á hinum ýmsu starfs- og námsbrautum, að það þurfi bara ekkert að gera meira? Við verðum að spyrja okkur öll hvernig við getum opnað samfélagið betur fyrir því að gera ráð fyrir fjölbreytileikanum í öllu okkar daglega lífi.
Mörg fyrirtæki hafa því betur fyrir áttað sig á sinni samfélagslegu ábyrgð og tækifærunum í sjálfri fjölbreytninni. En þau þurfa líka stuðning til að taka skrefið. Það gerist með fræðslu, með fyrirmyndum eins og til dæmis stjórnvöldum sjálfum og almennum hvötum sem við komum okkur saman Stjórnvöld sjálf geta gert mjög margt. Vinnumálastofnun hefur því betur fyrir sett málið á dagskrá, en Stjórnarráðið og stofnanir þess eiga líka að ganga undan markvisst með góðu fordæmi. Þegar þú, virðulegi forseti, stendur frammi fyrir því að ræða við barnið þitt drauma þess, þegar það orðið stórt, drauma sem geta kannski virkað ósköp hversdagslegir fyrir langflesta, þá hættir þú ekki að tala drauma barnsins, langanir eða þarfir þess, þótt þú viti vel að það verði erfitt að uppfylla ekki nema brota því sem að barnið dreymir Þú hvetur barnið þitt áfram. Ekki vegna óraunsæis eða algjörlega blindrar ástar á barninu þínu, heldur af því að þetta mögulegt í íslensku samfélagi. Af því að þessa drauma, að minnsta kosti hluta þeirra, hægt að uppfylla með því að þora að breyta og taka okkur lengra sem samfélag. Smæð samfélagsins getur nefnilega líka verið styrkur og á að vera það. Við eigum að vera snögg til, greina viðfangsefnið og setja af stað úrræði sem raunverulega hjálpa. Þannig að börnin sem koma út af starfsbrautunum verði áfram hluti af okkar hversdagslega lífi, meðal annars í gegnum vinnu, félagsstarf eða hvað annað. En að þau verði ekki einangruð inn á heimilunum með lítil tengsl við raunveruleikann frá degi til dags. Ef hindranir í veginum, þá þarf að ráðast á þær með öllum tiltækum ráðum. Ef tölvan segir nei, þá þarf að breyta forritinu, þá þarf að breyta forsendunum. Ef kerfið styður ekki fjölbreytileikann, þá þarf að breyta kerfinu. Og þess vegna spyr ég ráðherra þessara spurninga sem ég hef lagt fyrir, hvað hann hyggist gera til þess að búa til hvata fyrir fyrirtæki og opinberar stofnanir, þannig þau sjái sér hag í því að ráða starfsfólk með skerta starfsgetu og tryggja að því bjóðist úrræði strax að loknum framhaldsskóla, þar sem nokkurn veginn vitað hvað þessi hópur stór. Og síðan spyr ég hæstv. Ráðherra hvort hann muni beita sér fyrir því að áætlun verði gerð hið fyrsta fyrir þennan hóp og kanna hversu kostnaðarsamt það fyrir samfélagið ef ekkert verður að gert. Þá svarar fyrirspurn hæstv. Félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir þetta og ég fagna því að hv. þingmaður hafi tekið þetta mál upp hér og í raunar ég ánægður með að þingmaðurinn skuli deila þeirri framtíðarsýn sem sá sem hér hefur varðandi það að bæta lífskjör og lífsgæði fólks með skerta starfsgetu. Í því felst meðal annars að við aukum tækifæri þess til þess að taka virkan þátt í samfélaginu þar á meðal vinnumarkaði. Fólk með skerta starfsgetu getur og á að vera hluti af mannauði fyrirtækja rétt eins og aðrir íbúar þessa lands. Við megum ekki gleyma að fólk með skerta starfsgetu getur verið mjög fjölbreyttur hópur fólks sem hefur yfir að bjóða margvíslega þekkingu og reynslu sem synd að við séum ekki að nýta betur en við erum að gera. Það liggur hins vegar fyrir að það eru ákveðnir þættir sem virðast hamla því að fólk með skerta starfsgetu fái tækifæri til þátttöku á innlendu vinnumarkaði. Hvort heldur á almenna vinnumarkaðnum eða hjá hinu opinbera. Til að átta sig betur á því hvað atriði þetta eru, lét velferðarráðuneytið í samstarfi við VIRK, Starfsendurhæfingarsjóð, Vinnumálastofnun og samtök aðila vinnumarkaðarins gera rannsókn á styðjandi og hindrandi þáttum í sambandi við atvinnuþátttöku fólks með skerta starfsgetu. Niðurstöður þeirra rannsóknar leiddu í ljós að vinnuveitendur óttast að fólk sem ekki með fulla starfsgetu sé líklegra en aðrir til að nýta sér kjarasamningsbundinn veikindarétt sinn, sem aftur þá talin vera aukin fjárhagsleg áhætta fyrir fyrirtækin. Einnig var nefndur skortur á sveigjanleika og þá einkum hjá stjórnendum hjá hinu opinbera og á litlum vinnustöðum, bæði varðar fjármagn og skipulag vinnutíma. Síðast en ekki síst hafa stjórnendur upplifað að það fylgir mikil ábyrgð að ráða til sín fólks með skerta starfsgetu og jafnvel svo að þeim finnist þeir bera ábyrgð á lífi viðkomandi. Virðulegur forseti, þessar niðurstöður eru bæði eru þær svolítið sorglegar en það eru líka miklar áskoranir sem við þurfum þá að takast á við sem samfélag til þess að breyta þessu viðhorfum.
Það er verið að skoða í ráðuneytinu til hvers konar aðgerðir er unnt að grípa til þess að mæta þessum áskorunum. Síðast en ekki síst er verið að skoða leiðir sem eru til þess fallnar að hvetja fólk sjálft til að taka þátt í vinnumarkaði. Ég vona svo sannarlega að ég geti kynnt þær hugmyndir sem eru á teikniborðinu fyrir þingheimi fyrr en síðar, en vonast ég til að þær verði ræddar á næstu dögum í samráðshópi nýtt framfærslukerfi almannatrygginga. Að því varðar þann hóp sérstaklega sem fyrirspurn hv. þingmanns lýtur að, hef ég verið talsmaður þess að það verði byggð brú á milli menntakerfis og atvinnulífs fyrir þá sem útskrifast á sérnámsbrautum framhaldsskóla og vilja taka stefnuna á vinnumarkaðinn, og hafa þegar farið fram samtöl á milli félagsmálaráðuneytis og menntamálaráðuneytis hvað að þessu víkur. Aftur vil ég ítreka það hér að sá hópur er ekki einsleitur og einstaklingarnir þar með misjafnar langanir og þarfir eins og gengur. Einhverjir sækjast eftir að fara á hæfingarstöðvar, aðrir vilja fara í frekara nám og enn aðrir taka stefnuna beint á vinnumarkaðinn með eða án stuðnings. Þessi hópur á sama rétt og aðrir til að leita sér aðstoðar hjá Vinnumálastofnun við atvinnuleitina og ég veit til þess að stofnunin hefur lagt áherslu á að veita þessum hópi góða þjónustu. Vinnumálastofnun átti meðal annars frumkvæði að samstarfi framhaldsskólanna undir verkefninu Stuðningur í starfi. Starfsmenn stofnunarinnar hafa farið inn í skólann í þeim tilgangi að fræða verðandi útskriftarnemendur hvernig þau þurfa að bera sig að við atvinnuleitina þegar námi þeirra lýkur og hvaða stuðning þau geti fengið hjá stofnuninni í því sambandi. En eru þau síðan hvött til að koma til Vinnumálastofnunar þegar skólanum lýkur eftir atvikum með foreldrum sínum þannig að unnt sé að hefja atvinnuleitina með þeim. Það voru ekki margir nýútskrifaðir nemendur af sérnámsbrautum sem leituðu til stofnunarinnar í vor, líklega vegna annarra virknitilboða en þeim fjölgaði þegar hausta tók. Þá hófu ráðgjafar Vinnumálastofnunar þegar handa við aðstoða þá við atvinnuleitina. Það er hins vegar ljóst að það tekur alltaf einhvern tíma að finna störf við hæfi en litið er til þess að störfin séu þannig að líkur eru á að framtíðarstarf sé að ræða. Þetta verkefni er í stöðugri þróun í því markmiði að veita þessum hóp atvinnuleitenda sem besta þjónustu. Virðulegur forseti, það er engin efi í mínum huga að það kostar samfélagið heilmikið ef við aðhöfumst ekkert til að koma í veg fyrir þær hindranir sem fólk með skerta starfsgetu mætir á dyrum vinnumarkaðarins. Við þurfum einnig að vera reiðubúin að leggja eitthvað til svo auka megi líkur þess að fólk með skerta starfsgetu hefji störf og taki virkan þátt á vinnumarkaði til lengri tíma. Slíkt skilar sér til lengri tíma en sem dæmi sýnir dönsk könnun að meira en helmingur þeirra sem í sveigjanlegum störfum telur sig betur í stakk búin til að takast á við aðstæður sínar en áður en þau hófu störf. Við höfum verk að vinna og til þess að ná árangri þurfa margir að leggja hönd á plóg og það er gríðarlega mikilvægt að þau skref sem stigin eru í þessum málum að það geti ríkt sem breiðust pólitísk samstaða þau vegna þess að ég held að við hljótum öll að geta verið sammála að hér er mikilvægt verkefni að ræða sem skiptir okkur öll máli og ég vil að lokum þakka þingmanninum háttvirtum aftur fyrir að taka þetta mál hérna upp í fyrirspurnartíma. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, mig langar til að þakka kærlega fyrir þessa umræðu hér, hún er gríðarlega þörf og ég þakka líka fyrir þessa punkta sem komu fram bæði hjá hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og hæstv. Félagsmálaráðherra það sem þegar er verið að vinna og þau mál sem hafa verið athuguð. Mig langar til þess að beina sjónum að þessum ungmennum sem eru að koma á hverju ári, kemur hópur ungmenna með skerta starfsgetu út í lífið eftir að við höfum varið gríðarlegum tíma og orku, bæði fjölskylda og skólakerfi að byggja þessa einstaklinga upp og það hefur oft og tíðum tekist mjög vel. Þau koma full tilhlökkunar út úr námi á starfsbrautum þar sem víða unnið frábært starf, hafa farið í starfsþjálfun til undirbúnings út í lífi, lært á launaseðla, hlakka til, skoða styrkleika sína og veikleika, vita hvað þau geta og hvað þau geta ekki til þess eins að hlaupa á harðahlaupum beint á vegg og festast þar. Og það er ekkert einfalt. Það er ekkert einfalt fyrir okkur sem búum við fulla starfsgetu að ná okkur eftir svoleiðis áfall. Það er nær ómögulegt fyrir fólk með skerta starfsgetu og mismunandi fatlanir að ná sér á strik eftir svoleiðis átak. Það er ekkert einfalt og það er ekkert víst að við náum að koma þeim á rétta braut núna sem hafa beðið 1, 2, jafnvel 3 ár eftir úrræðum. Þannig að það er mjög brýnt að við klárum þetta. Ég fagna því að það er búið að skoða þetta, það er búið að greina þetta, en ég mun fagna mun meira þegar aðgerðir verða kynntar. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, það er Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, ég vil í þessari umræðu vekja athygli þings og þjóðar á þingmáli sem við höfum lagt fram lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem núna liggur hjá þingnefnd.
og vil ég nota þetta tækifæri til að hvetja velferðarnefndina til að afgreiða málið frá sér svo að þingmenn geti tekið afstöðu til þess. Slík lögfesting hefur mikla efnislegu þýðingu og væri mikil réttarbót fyrir öryrkja og fatlaða. En mjög nýlegur dómur Hæstaréttar sýnir að brýn þörf á lögfestingu, en Hæstiréttur sagði í þessu dómi tvisvar sinnum að öryrkjar gætu ekki byggt á þessu samningi eins og lögum þar sem hann væri ekki lögfestur heldur einungis fullgiltur. Og ef stjórnvöld eru hrædd við hugsanlegan kostnað vegna lögfestingar, minni ég á að vegna fullgildingarinnar eigum við hvort sem að uppfylla ákvæði samningsins. Herra forseti, mannréttindi geta kostað, en öryrkjar, ekki frekar en aðrir landsmenn, eiga ekki að þurfa að gefa afslátt af sínum mannréttindum. Tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir þessa fyrirspurn og hv. ráðherra til svara. Við vitum að því að sem eiginlega sorglegast að það eru einstaklingar í vinnu með stuðningi sem að missa vinnuna sína og óttast það alveg rosalega hvað verður þá og hafa fengið þau svör að þau fá ekkert vinna áfram nema með stuðninga og það gildir víst bara í 2 ár, þannig að það einhver pottubrotið þar. Og síðan vitum við líka einstaklingar sem eru með próf og annað alveg fullkomlega búin að fara í gegnum allt alveg í háskóla og segja frá fötlu sinni og þá eru ekki tekin í viðtal. Þannig að við vitum líka að við sjáum engin hlutastörf, það vantar hlutastörf, það vantar fullstörf fyrir þessa einstaklinga og fyrir utan það við sjáum aldrei auglýst hjá opinberum stofnunum eða sveitarfélögum, sérstaklega að þeir séu með hlutastörf fyrir þá sem á þurfa að halda. Þannig að einhver staðar pottubrotinn og eins og ég segi, það ekki hægt að fara út í starfsgetum að þetta neitt fyrir einhvað svona hlutir eru komnir á hreint. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, ég tel það bara vera mjög mikilvægt í okkar velferðarsamfélagi að allir fái að njóta sín, fatlaðir sem ófatlaðir, og það sé þarna brú á milli eins og hefur verið nefnt hérna, framhaldsskólanna og atvinnulífsins, að þeir einstaklingar sem eru þar á sérbraut að þeir hafi möguleika eftir skólagöngu eins og aðrir jafnaldra þeirra að komast með einhverjum hætti út í atvinnulífið. Þetta hefur verið skortur á þessu og ekki stuðningur og hætt við að ungt fólk einangrist heima hjá sér sem mjög slæmt og það mikið talað núna í undanfara kjarasamninga að virkni, starfsgetumat og annað því í lykt, en þá verður líka atvinnulífið og hið opinbera að vera tilbúið til að taka á móti því fólki sem vill hafa þátttöku, vera með þátttöku í atvinnulífinu eftir getu. Og ég tel það sem mjög mikilvægt að núna að ríki, sveitarfélög, atvinnulífið og verkalýðsfélög komist að einhverju samkomulagi þar sem hvatar eru settir inn í atvinnulífið, bæði hjá því opinbera og í einkageiranum, til að taka á móti þeim hóp sem við viljum að fá að njóta sem líka á vinnumarkaði en hefur skerta starfsgetu. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, það Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, hér fer fram mjög þörf umræða atvinnuþátttöku og atvinnutækifæri fólks með skerta starfsgetu og ég þakklát þeim sem hana hófu. Mig langar að beina því til þeirra sem eiga eftir að taka þátt í umræðunni, hvernig hvata erum við að tala um? Það var margir nefnt hér hvata í sínu máli. Erum við að tala um ráðgjöf, stuðning við þá sem eru óöruggir við að taka fólk með skerta starfsgetu inn í sinn starfsmannahóp, eða erum við að tala um fjárhagslega hvata í einhverjum tilfellum? Ég held að vera svolítið mikilvægt að við veltum þessu fyrir okkur. Ég held að ég mjög ánægð með að heyra það sem hæstv. Ráðherra kom inn á þá vinnu sem að farin af stað, en ég held að framhaldsskólarnir séu í lykilstöðu með að vera í samstarfi við vinnustaðina og ég hef séð slíkt samstarf bera góðan árangur.
og því fjölbreyttara vinnustaðir, því skemmtilegri og því betra vinnuumhverfi. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Að sjálfsögðu á ríkið að hafa forgöngu það að skapa hér tækifæri fyrir fólk með skerta starfsgetu til þess að komast aftur út á vinnumarkað eða komast á vinnumarkað og geta öðlast fyllra og hamingjuríkara líf. Og það er hægt að gera það með ýmsum hætti. Það er hægt að gera það með þeim hætti til dæmis að ríkið og í samráði við sveitarfélög einsetji sér að ákveðin fjöldi starfa hjá ríkinu verði í sjálfu sér frátekinn fyrir fólk með skerta starfsgetu og það verði sköpuð hér tækifæri til þess að með því að fjölga hér hlutastörfum og auðvitað á ríkið þarna ríka skyldu. Ríkið getur líka og ríkisvaldi getur komið að þessum málum með öðrum hætti líka. Það má alveg hugsa sér að til þess að örva vinnumarkaðinn, hinn almenna, að þá megi til dæmis veita mönnum sem ráða, fólk með skerta starfsgetu, ívilnanir eins og lægri tryggingagjöld. Þetta er alltaf færi ráðherrans, hæstvirts, að gera. Þetta getur hann gert og það er ekki til neina bíðu fyrir hann. Þá tekur til máls fyrirspyrjandi hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, fjölbreytileikinn hann er andstæða við einsleitni. Og við viljum öll sem hér eru, ég trúi því, búa í fjölbreyttu samfélagi og þannig ef kerfið er ekki að styðja við þennan fjölbreytileika sem við viljum og það þarf að breyta kerfinu. Ég vil undirstrika það. Samfélagið eins og staðan er núna, samfélagið er ekki að taka við sér. Það er bara raunveruleikinn sem blasir við. Það þarf raunverulega hvata sem dæmi. Við erum með næga skattalega hvata fyrir erlenda fjárfestingar. Við erum með næga fjárfestingarhvata í ýmsum atvinnugreinum. Af hverju er ekki hægt að fara líka þessar leiðir til þess einmitt að ýta undir lífsgæði þeirra einstaklinga sem að sérstaklega þurfa á okkar stuðningi að halda. Störfin er ekki til staðar og það er eitthvað að og á meðan, og ég veit það til dæmis að það hafa verið einstaklingar, bæði drengir og stúlkur á lista frá Vinnumálastofnun alveg frá því áramót. Ég veit að Vinnumálastofnun er að reyna að gera sitt besta en störfin er ekki til staðar. Þess vegna þarf þess að hvata. Og á meðan að þá eru einstaklingarnir okkar, vinirnir okkar, börnin okkar, þau eru að tapa færni, þau eru að tapa hæfni og þau eru að tapa gleði og síðan starfsgetu til lengri tíma. Og það er óboðlegt í okkar nútíma samfélagi. Þess vegna skiptir máli og hið opinbera til að mynda, það eru hæg heimatökin að hið opinbera setji sér upp reglu, stefnu það hvernig er ráðið í bæði hlutastörf og í heildagsstörf innan opinberra stofnana og meðal annars í ráðuneyti. Það er hægt. Það þarf bara að setja sér þessi markmið og síðan hitt að opna þetta allt saman þannig að það verði farið í þessi aðgerðir. Ég hef trú á því að á fyrstu mánuðum þess ráðherra sem núna er félagsmálaráðherra og ætlar að kalla sig barnaráðherra eða barnamálaráðherra líka, að mér finnst það byrja jákvætt, mér finnst það byrja vel fyrir hönd barna og ekki síst fatlaðra og ég hef trú á því að hann sitji ekki við orðin tóm, heldur fylgi þessu eftir, þessi ákalli héðan úr þingsal, að það verði gert eitthvað í þessum málum. Orðin eru góð en við þurfum núna aðgerðir fyrir þessi börn, fyrir þessi ungmenni sem að þurfa á bæði úrræðum og stuðningi samfélagsins að halda. Loks tekur til máls hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, ég vil bara þakka fyrir þessa umræðu. Mér finnst hún búin að vera mjög góð hérna og mikill samhljómur í henni og kannski bara byrja á því að koma inn á það sem að hv. málshefjandi kom hérna inn á, sem er fjölbreytileiki, nú að samfélagið sé ekki að taka við sér. Og það er hárrétt, það finnum við alls staðar að samfélagið er ekki að taka við sér og það þarf mikla hugarfarsbreytingu. Bara í samfélaginu sem heild og innan atvinnulífsins, bæði í almenna geiranum og opinbera geiranum og það er líka alveg rétt að það þarf hvata inn í kerfið til þess að ná þessum hugarfarsbreytingum í gegn. Og það er einmitt það sem að þarf að skoða, með hvaða hætti er hægt að gera það, með hvaða hætti gerum við það best, með hvaða hætti náum við hvað mestum árangri í því, vegna þess að samfélagi er ekki samfélag nema allir geti tekið þátt í því samfélagi. Og þannig samfélag viljum við byggja upp, þar sem allir taka þátt, þar sem allir hafa sitt hlutverk, þar sem allir taka þátt í því að snúa þessum hjólum sem að atvinnulífið er með. Það er gríðarlega mikilvægt.
Og líka ítreka það að í þessari vinnu þá þurfum við að horfa til þess hvernig við brúum þetta bil frá skólanum og yfir í atvinnulífið. Ég vonast til þess að með þeim breytingum og þeirri vinnu sem við erum í gangi varðandi starfsgetumat og þá í framhaldinu þeirri vinnu sem að þarf að verða vinnast samhliða áður en innleiðing þess kemur, og tek undir með hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni, þurfa að byggjast upp hvatar þannig að bæði opinber fyrirtæki og almenni markaðurinn sé að skapa fjölbreytt störf fyrir þennan hóp. Og í því sambandi að þá þurfum við að skoða hvatana, með hvaða hætti við byggjum þá upp, vegna þess að við þurfum svo sannarlega á breytingu þarna að halda, og ég vonast til þess að hafa hér þingið með í þeirri vegferð, vegna þess að þetta er eitthvað sem þessi hugarfarsbreyting, hún tekur tíma að ná henni í gegn og ná henni að fullu til leiða, og ég þakka fyrir þessa umræðu, hún er þörf og hún er mikilvæg og minnir okkur á að þetta skiptir máli á hverjum einasta degi. Fyrirspurnum er þá lokið. Útbýtt er á fundinum. Á þingskjali 418 gögn í klínískum og erfðafræðilegum rannsóknum, fyrirspurn, flutningsmaður Ólafur Þór Gunnarsson. Á þingskjali 419 farsímasamband, fyrirspurn, flutningsmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir. Á þingskjali 420 hjúkrunarheimili, fyrirspurn, flutningsmaður Inga Sæland. Á þingskjali 421 framkvæmdasjóður aldraðra, fyrirspurn, það er flutningsmaður Inga Sæland. Á þingskjali 422 fjárveitingar úr ríkissjóði til sjómannadagsráðs, það er fyrirspurn, flutningsmaður Inga Sæland. Á þingskjali 423 styrkir til kaupa á hjálpartækjum, fyrirspurn, flutningsmaður Birgir Þórarinsson. Og á þingskjali 424 símenntun og fullorðinsfræðsla, fyrirspurn, flutningsmaður Guðjón S. Brjánsson. Á þingskjali 425 ráðstafanir vegna biðlista eftir aðgerðum, fyrirspurn, flutningsmaður Guðjón S. Brjánsson. Á þingskjali 426 sorpflokkun í sveitarfélögum, fyrirspurn, flutningsmaður Guðjón S. Brjánsson. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.